Yo, I'm living in this time behind enemy lines, so I got Takk. mine Hvernig er búin að sakna ykkar? Sömuleiðis, langt jólafrí. Ha. Já, það var einni viku of mikið frí frá Run Gun. Já, eða bara, já, það var það. Ég er komin í hérna, fyrst að við setjum hérna, eða þið setjið fyrir neðan myndköp arena merkið. Ég er komin í hérna svona, ég hlustaði á, ég ætla að byrja bara á þessu. Hvort sem þið nennið að hlusta á þetta ekki. Hlustaði á einhvern svona AI milljarðamæring frá Kína að tala um að þú veist, þú þarft alltaf að investa hverju mánuði, veist eitthvað, 5% af laununum í Bitcoin. Og ég er bara eitthvað svona, enn einn svona gæinn skilur. Útskýrðan skilur að með gervigreind þróun, gervigreindin mun ekki skilja venjulega peninga. Verður miklu fyrr að skilja rafmyntir. Þeir tala sama tungumál. Þetta er svona, meikaði svo mikinn sens, fattar þau, að gervigreind skilur rafmynd. Þau tala bæði binary. Já, og ég bara eitthvað svona, ætla núna að taka einhverja prósentu af laununum mínum hver mánaðamót og kaupa mér bara Bitcoin. Já. Og ekki vera að fylgjast með því sko, hvort það sé eitthvað að fara upp og niður og eitthvað svoleiðis, heldur bara svona alltaf að leggja bara eitthvað inn. Hvernig ætla myndköp opna bara svona rafmynta sjóð, þannig að ég geti keypt bara svona í sjóði, þess að þeir eru bara með eitthvað gaura og Já, ég veit það ekki, og bara kaupi alls konar fyndnum rafmyndum. bara eitthvað sem þeim finnst sniðugt og leggja vinn í og þú bara í sjóðinu. Já, sko ég skil bara ekki nógu mikið í þessu til þess að vera eitthvað að kaupa mér Ethereum og eitthvað. Ég segi að þess vegna er svo gott að það væri bara með sjóð til dæmis. Þetta er hugmynd fyrir það, bara Já, ég tek prósentu fyrir þetta. já, þú ert ekki nú Kjartan Ragnars, þannig Já, kóngurinn. þú ert hirt í honum. Hann veit félagi minn kalla sig Bitcoin vikinginn, þetta er vikingur. Já. Ég þarf að fara að nýta mér hann betur. Hann er alveg all in í þessu. Betur, ertu þá að nýta hann eitthvað? Ég þarf að byrja eitthvað, ég er ofta að spurja hann. Já. Ég held að hann nenni ekki að tala með, hann sér alveg á mér að ég hef ekki hundsvit á þessu en En þetta ég tengi svo mikið við þetta. Þú að tala við hann er einhver svona sem að ég hef einhvern tímann talað við að spyrja mig hvað er bettið. Já, já, Skilurðu? já, já. Maður bara eitthvað svona, heldur þú ég nenni að útskýra fyrir þér af hverju það er -3,5 haukar? Æsin handicap þýðir að þetta Já, lið þú þarf veist að hversu margir eru. Ég var að heyra að þú ert alltaf eitthvað góður betta. Bara svona, já. Þetta er bettið á morgun, hérna er seðill. Hver er munurinn á Af hverju, hver er munurinn á two-way og three-way betti? þú veist að útskýra það er eitt, það er þreitt. Hvað er Asian handicap? En sko, að útskýra af hverju ég er að taka IR á móti Njarðvík, Já, það er next level þreitt. já, Svona, já, já. Þú varst að spyrja mig, bara, ef þú ert með einhverjar skoðanir, settu það bara hitt. Herra, þetta var skemmtilegt intro fyrir Run and Gun. Ég held þetta sé 21. þáttur, ég held að jólaþátturinn hafi verið 20. þátturinn. Frábær þáttur, by the way, þó ég segi sjálfur frá. Já. Hérna, hvernig fannst ykkur þessi síðasta umferð? Hún var bara óvinnu skemmtileg. það voru nokkri leikirna mjög skemmtilegir og ég var ekki bara, mér varst IR Keflavík á skemmtileg leikur en Já, djöfull var að illa spilaður með. Hann var ekki skemmtilegur. Já, bara því að hann var þokkalega spennandi en Hann var samt, þetta var bara eins og pick-up-bolti á sumrin, sko. er það ekki óvæntustu úrslitin í þessari umferð eða? Samt Keflavík kanalausir, IR í skórinu, þú veist, þetta er alltaf drullu erfitt að spila á móti. Það er einn útlendingi á þeim líka. Já, reyndar. Þú veist, það vegur alveg stórt í svona kannski ekki þéttara liði heldur en IR að þú vanti einn af 4 erlendum leikmannum. Já, Ég og- hefði viljað að Ármann hefði veitt aðeins meiri mótspyrnu á móti Álftanesi, brothættum Álftanesingum. Já, Er þetta ekki þjálfara veislan? Nýji þjálfari er búinn að taka við. Jú, Er þetta ekki fyrsti leikurinn hans? Ekki rétt um mér. jú. og svo fór í að leikur sem maður var alveg spenntur fyrir en svo oft, þú veist, ég er ekki með sútsjum, svo fréttum maður fyrir leikar að reka kanan og bara, Já. ok, þetta verður, Og búin að sæna nýjan. já. Förum við það eftir. Já. Förum við breytingarnar á eftir, en þú veist, er ekki samt bara, já. Mér var Er sko- samt ekki líka óvænt hvað Njarðvíkingar voru með Grindavík, eða? Sko, mér finnst Grindavík búin að vera lélegir í nokkrum leikjum í röð núna. Ég vissi að þetta er bara 50-50 leikur. En mér finnst Njarðvík bara mjög góður í þessu leik. Já, þeir voru það. Sko Njarðvík án, það er náttúrulega með nýja króta, en þú veist, nýr leikmaður getur alltaf eitthvað Já. verið svona skrítið.
en þú voru, hvað núna, án Mario í náttúrulega, búin að vera áti í smá tíma og hann Julio de Assis farinn og Króati kominn í staðinn. Og maður alveg svona, hvað getur þessi Króati, hann góður, skilur eitthvað svona. Mér finnst hann bara mjög flottur og Njarðvík bara mjög góður og eiginlega galið að tapa þessu leik, sko. Ég heyri það Var Njarðvík að unni leik, sko. Hann hafði minkað samt 6 til 8 cm þegar hann mættur svæðið. Ég skil Rúnar að hann vissur að þetta var svona meiri bakvara típa en ok, hann 1,96, 8 þá getur hann skipt á skrínum og dekka stærri. Þannig að hann örugglega pínu svektur að sjá að það djöfullum að hann bara 1,90 sko. Þetta meiri tvistur heldur. Ég held sko að þeir hafa valdið að þeir séu að sæna Þrist sem getur svolítið rótræði fjarka. Eins og þegar ég sæna Osko Hænonen. það var, þú veist, planið skilur. Það bara svona sterk byggður, fullorðinn. Þessi nú líklegur í það mission heldur norska Hænonen, sko. Já, mér finnst það eiginlega bara freka geta rótræði upp í tvist, sko. Já, það líka. Þú veist, hann allavega engin fjarki þessi gæði. Nei, en þú vilt allavega þessi gæði geta dekkað þá, sko. Já, hann getur ekki dekkað fjarka. Já, fyrir eftir í hver það er. Hann lúkkar svona eins og Pavel og Logi að eignast spatt saman. Hann heldur líkur Pavel í fram. Já, hann lúkislega líkur hann. Já. Ég hugsaði meira, sko, ef að Pavel og Gabriel Möller eignast barn. Sem alltaf Gabriel Möller satt á endanum á bekknum, líklegt sko. að geta gerst. Svona svipaði svona dökkarður með hliðagreiðslu. Og ég bara svona, Pavel tók Gabriel Möller með sér og þeir eignuðust þennan. Þeir með alvöru fjós, sko. En hann góður, ég held að þetta breyti miklu fyrir þá, sko. Hann mjög góður. En þetta ekki annar leikurinn í röð sem að Njarðvík tapar svona alveg bara gjörsamlega í crunch time? Var ekki þó Þorlákshöfn rétt fyrir jól? Sem að Veigar klúra leifinu til að vinna leikinn? Þetta var alveg glór. Það þurftu svona 11 hlutir að gerast til að Njarðvík myndi vinna leik. Þau gerðust allir. En strákar? Til að Njarðvík myndi vinna leikinn? Ja, til að Njarðvík myndi vinna, nei, hann að Grindavík myndi vinna hann leik. Já. Það bara, þú veist, nú búið að drulla mikið yfir Lothier fyrir crunch time í þessum leik og það búið að drulla mikið yfir dómarana og það búið að drulla mikið yfir þjálfaran Njarðvíkur meira að segja og dómarana líka náttúrulega. Sko, ég búinn að vera með Brandon Avaret hérna á Jugo Airport listanum frá því byrjun og hann góður í körfubolta en þetta bara þarna finnst mér að leikstjórnanda Kani eigi að vera maðurinn, fattarðu. Þjálfarinn getur ekki verið inn á, Lothier á ekki að vera decision maker í lokleikja, skilur að því hann bara hleypur allar niður og gerir einhverja þvælu og þarna á bara Brandon Avaret að loka leikjum, sko. Veigar svolítið verið að stígu upp í þessum leikjum. Veigar á ekki að vera boltinn í höndunum þegar það eru 2 mínútur eftir, þá á Amerikana pointguardiðin að vera bara maðurinn. Já, mér finnst hann bara staðið sér vel, Veigar, í þessu crunch time. Hann hefur alveg staðið sér vel, en ekki betur en það þeir tapa alltaf crunch time, sko. Hann átti að fá boltan frekar heldur en Lothier hann að síðustu sókna, eða bara út af það að Lothier fór 1-1 og Kane. Það átti bara aldrei að gerast. Já, svona hnúað á hann líka, hann var ekki svona... Vissi bara að hann færi á hægri hendina á sér. Já, ég bara... Já, það er alls svona dómarana... Ég samt alveg sammálaður með... Hann bara að loka þessum leikjum, sko, taka rétt ákvörðun, fær boltan hvar og... Þú veist, hann getur, maður sér alveg, hann á alveg að geta skorað og svona, hann gerir það bara ekki. Hann gerir ekki neitt. Hann ógeðslega góður að fara fram hjá mönnum. Hann tekur þarna hesitation move sitt, spinna tilbaka og kemst svona undir körfuna og svona kemst á staði þar sem að, þú veist, þessir skora kanar þegar þeir komast á þessu staði það skora þeir að það komast á vítalínuna. Já. Hann kemur sér endalaust þangað, horfir ekki á körfuna, sko. Það er bara eins og sé búið að hann hafi verið komin út úr einhverju prógrami sem er bara búið að berja inn í hausinn á honum. Þú ert bara point guard. Já. Þú bara deilir boltanum, þú ert ekkert að gera sjálfur, sko. Sjáu þetta fyrir eitthvað sem ég er að segja samt. Já. Hann tekur eitthvað Kristoffer Breka eða eitthvað og af hverju ferði ekki bara á hann? Já. Þannig getur hann það góður í körfu fyrst manni, hann eigi geta fundið sér eitthvað svona staða sem hann getur alltaf bara sótt körfur á, sko. Já. Eitthvað svona go to move eða eitthvað svona crunch time dæmi, skilur. Eins og sumir með þessa midrange jumpara og svona sem bara auto. Fáðu 1 hátt pick, bara gunnaði inn í miðjuna. Já. En svona hinir kannski 2 leikirnir sem að er eitthvað verðt að ræða. Ég meina, þetta var, byrjum á Tindastól Val. Þetta er svona, kom okkur Steinur ekki á óvart. Við höfum sannanir fyrir því. Kom þetta þér á óvart? Nei, bara Valsarnir eru með ógeðslega gott lið. Já. Það komur á óvart hvað komist mikið yfir í byrjun og mistu það svo hratt aftur niður. Já. Hvað voru komin 20 miður bara í
miðan annar leikluta eða eitthvað. Svo var þetta bara fljótt og jafnleikur á stólakonur yfir þarna. Og maður fann að fá skilabúra frá einhverjum kræklingum sem voru skemmtilega hlægjandi að segja að þetta valslið væri krúttlegt og eitthvað. Já. Þú tapaði með 10 stigum. Það valslið bara þróast ég að vera svona einhver vél. Já. Eftir komið Keyshawn Woods, þá þetta bara allt annað dæmi. Já, mjög þétt. Mér finnst hann meira fitt en hann var. Ég veit ekki hvort það bara rautt farinu vel eða eitthvað, hann lúkkar svakalega vel. Já, Hann er bara búin að vera bara það stutt hérna, hann er ekki komin í sloppistand ennþá. Já. Það er stundum þannig með þessa kana, þeir koma í góðu standi og bæta á sig og verða ógeðslegir þegar þeir eru búin að vera hérna í 2-3 mánuði á einhverju ömurlegu mataræði að vaka á næturnar og spila PlayStation, sko. Mér finnst líka góða við Keyshawn Woods. Hann er komið núna þessum aldri, hann er svona búinn að vera í liðum hér og þar. Hann er ekki svona ungur, kann eitthvað beint úr skóla hver hann að sanna sig og skora öll skotin og skora þig. Hann er að detta svolítið inn í þetta liðstæmi sem að Valur er alltaf með. Það henta þeim rosa vel að fá svona gæja, gefa þeim alls konar lúk, en hann er ekki eitthvað svona ógeðslega graður í að taka öll skotin, sko. Já, en ég meina, eru þeir ekki bara, það er svo erfitt að tala eitthvað mjög illa þetta Grindavíkurlið þegar þeir eru enda bara 1 tapleik, sko. Já. En með við bara svona frammistöður Síðustu 4 leiki. Já, kannski síðasta mánuðin eða þannig. Þú veist, er ekki Valur bara komnir? Mér finnst það bara að Tindastóll Valur enn og aftur, sko. Já, já. Þú veist, og svo, jú, Grindavík og Keflavík og félagar, en mér finnst sko Grindavík bara trenda nær Keflavík heldur en Sammála því. sem er úkslega heimasnalegt að þeir eru efstir, fattur við. Meira þess að 2 sigurleikjum á undan hinum 2, en það er bara svona miklu meiri viðvörunarbjöllur og veikleikamerki á alls konar dóti, sko. Já, og búið að vera í smá tíma. Þú veist, þetta er ekki bara 1 leikur. Eftir að skítapa á móti Stjörnu, þá er búin að taka Ármann 2 svar, Þorlákshöfn, Njarðvík núna. Og enginn af þeim samfærandi. Það verður, já, búin að vera lélegir í öllum leikjunum, en það verður gaman að sjá það á sunnudaginn, svona, þá kemur alvöru leikur og svona, hvernig standa þeir? Já, þeir eiga Skagan upp á Skaga á föstudaginn, nei, 50daginn á morgun. Já. Förum í það á eftir og svo eiga þeir bikarleik á móti Stjörnunni á sunnudaginn sem er svona alvöru test. Það verður skemmtilegt. Gaman að fá beint eftir jólafrí einhvern veginn, þú veist, 2 leiki í sömu vikunni. Já, líka nú fyrir að fá alvöru bikarleiki loksins. Já, allavega 2 og svo eru 2 ekkert svo frábærir. Fyrstdeildarliðin. Já. Hérna, já, og svo langar mig aðeins að kannski bara koma inn á Stjarnan KR. Mikið talað illa KR hérna, eða svona haft áhyggjur að þeim. En þú veist, mjög spenntur fyrir þessu nýja sæni hérna. Og mér finnst þetta bara, þeir gætu ennþá gert meira, förum líka í það á eftir, sko. En mér finnst bara, þú veist, þeir voru 1 körfu frá því að vinna þennan leik, skilur. Og bara svona, það sem ég svona sá af honum, mér finnst þessi bara svona lúkka sem heilstýttra körfuboltaliði einhvern veginn með þennan gæja. Já, mér finnst hann ógeðslega góður, hann sá alveg gæðin í honum, hvernig hann var líka að koma upp úr skrínum, beint upp í skot og svona, þetta er bara, ok, þetta er svona gæða leikmaður. Já. Og hann með ægi á sér allan tíman, sko. Já, maður sér stundum einhvern prófíl og svo sér maður leikmanninn og það er bara svona, oi, hvað var peppið út af, skilur við, þetta er bara eins og Mirza Bilic í Keflavík, og Finninn sem að Keflavík tóku í fyrra líka. Já. Það er bara eitthvað svona, finnskur landsliðsmaður. Og svo horfir maður og bara svona, oi, hann er bara frekar glataður í öllu, skilur við. Mér finnst þið báði þessi dæmi sem við segjum vera þannig. Og svo kemur hitt, sko, þegar gæinn stendur undir prófílnum, skilur við. Strax í fyrsta leik, bara búinn að æfa 2 og 3 með KR eða eitthvað, mæti svo bara eins og þú segir, ægi Íslandsmeisturunum og svo er hann bara 16 stig, 7 stóðstíkar og bara úr sérð. Þessi gaur er bara góður í körfubolta. Mér finnst hann það góður að hann svona tók hitan frá Tóta. Svona Tóti náði líka svona að þrífast á honum og svona. Já. En af hverju eru þeir þá enda með Júkovic frændaðinn hann? Er hann bara á einhverjum óbsegjanlegum samning að spila 12 mínútur í leik? Sko, eru ekki bara að bíða eftir að Granits eru klár, þá senda þær hinn heim og Granits kemur inn í hópinn. Ég veit ekki hvað sé ennþá. Steinar? Já, hann er ennþá. Segðu okkur. Þá eru þeir bara, leið og hann er klár, þá neglaður Alexa heim. Já. Og Granits er ekkert búin að vera frábær hjá þeim, sko. Líka Granits er bara að spila tímundur leika eitthvað. Já. Sem er alltaf steikt. En hérna, mitt annað prófíl, þú talar prófíla, svona spenntar fyrir að sjá kannski meiri alvöru leik og eitthvað svona, er Serbinn sem að Altanes tók. Já. Hann er með prófíl, þú veist. Miskovic. MEP Barnastjarna.
Já, enn einn barnastjarnan sem Álftanes tekur, ég meina Rati var það líka, Já. var barnastjarnan í heimalandi, fór til Spánar í alls konar ACB-lið skiluru og fekk aldrei að spila og svo er hann búin að trappast niður bara þaðan frá skilur hægt og rólega. Þeir taka bara barnastjörnur eða menn sem er að rífa sig upp úr einhverjum alveglegu veikindum. Já, það var einmitt barnastjarna líka. Bara NBA-leikmenn eða hverja barnastjarnur á Evrópu. Þetta er bara prófílar skilur sem að taka. Já. Ég er spenntur að sjá Serban. Hvernig er Álftanes áttur? Förum við það eftir. Þeir eru að Þorlákshöfn úti. Já. Ég var einmitt að ræða þetta við einn áðan. Bara mjög mikill svona ætla þeir að vera með og gera eitthvað eða ekki sko. Já. Ekkert kannski mikið að marka hann Ármann sigur hjá þeim. Nei, ekki þannig. En hendum okkur í næstu blaðsíðu, Einar. Það er hérna, það er YouGo Airport listinn minn, uppdataður. Þarna eru nokkrir búnir að fjúka og Skagamaðurinn Walker, hann er svona sá síðasti. Mætti náttúrulega alveg setja Keflavíkurkannana líka, hann sé fókinn, en þetta er sem sagt, ég spáði því aldrei að hann yrði rekinn, þannig ég ætla ekki að setja hann þarna. Nei. Sko. Hann er búið að reka Chutney eða ekki á ráðan aftur. Það var sagan að Mango Chutney hafi verið rekinn, en svo fundið þeir engan í staðinn. Já. Sarko Júkis náttúrulega var rekinn, en svo fekk hann díl hjá Ármann. Þeir reka ekki Mark Dolezaj úr þessu, nema bara að þeir gefist upp eða eitthvað. Já. Alexa Júkovic, hann gæti enda þarna með striki yfir sjálfan sig ef að kenningin ykkar sér rétt. Já, og líka Bertone. Ég er enda með aðra kenningu með Bertone, ég get farið í hann á eftir. Bertone verður ekki reikir, ég held að sé 100% á garantítsamning og þeir eru ekki að fara að borga hann út þessum tímabilinu eða 3 mánuði. Ok. Svo lítið eftir. Förum við það eftir. Þá er það frekar að mynda að bæta öðrum við, sko. Og svo fyrst að Brandon Averett kom aftur þá klárar hann bara þetta tímabil. En ég er bara svona, ég tók KJ Kára á þessum lista. Hann er bara búinn að vera það góður í nokkrum leikjum í röð og bæði upp á Sauðárkrók fyrir jól og svo var hann góður í þessum síðasta leik, þannig að hann má alveg vera þarna bara safe á sínum stað. Ég myndi setja hann Bargnani á listan í staðinn fyrir hann þá, sem er Ía. Já, Króatan Knáa, eða eitthvað, Serban. Því að þeir sló innan. Þeir að taka Morsell í hans stöðu. Já. Og Sutsum er meiddur og þeir eru í augnablikinu ekki með fjarkiða 5. Ræðum að því að það er bara fyrsti punkturinn umræðuþáttunum á næstu blaðsíðu held ég, er Skaginn. Þannig að hendum okkur bara þangað eftir augnablik. Hvað, er einhver fleiri sem ykkur langar að setja á þetta? Þeir langar að láta, hvað hann heitir hérna, Brannjak eða eitthvað. Já. Er einhver fleiri sem að, eru einhverjir playing for their job næstu 2 vikur? Mér finnst Mirza Bilic í Keflavík Já, ég ætla að fara að nefna hann. Ég er ekki hrifinn á honum. Það er alveg, með Keflavík er eitthvað, en það er bara, ég veit ekki hvað það er. Nei. Bara að sjá það bara með Revi Martin og hvernig það fungerar og... Mér finnst bara stóru kallarnir þeirra allt of svona klaufalegir, sko. Já, í sammála. Bara svona, þetta er svona iðnaðarmenn. Þú veist, í raun er Jaka Brodnik bara góður iðnaðarmaður, sko. Já, það spist Jaka mjög solid alltaf, sko. En þú veist, hann er svona iðnaðarmaður. Hann er það. Svo, hann er ekki gæði sem á leiðanettlið, sko. Nei, en þú veist, þegar Remi Martin var í Keflavíkurliðinu hjá Pétri, þá var þetta léttleikandi liðskilur og Ígor Maris gat skotið allstaðar á 1 sekúndu, sko. Minnst Jaka fitta miklu betur með Remi Martin til dæmis heldur en honum Darren Morsell, sko. Já. Persónulega. Kannski, hann var ekkert eitthvað stórkostlegur samt það sísón, sko. Já, hann var bara fín, kannski verður hann bara fín, ég veit það ekki. Minningur var mjög góður í play-offs. Við erum bara Mark Dolezaj með Remi Martin eitthvað hlaupandi í völlin endalaust. Já. Vera allt annað heldur en þessir þungu klaufalegu gæjar sem eru núna, fattar ég mig. Dolezaj opnaði þannig miðjuna fyrir Martin, hann dróð sig alltaf út í horn. Martin lét hann alltaf fá heilu sturuna. Hann skaut líka bara mjög vel þegar hann var þarna í þessu Dolezaj liði, sko. Nei, í minningunni, ég man ekki tölfræðina þess, en það var gott að vera með kónginn hérna. Hann var eitthvað 32% eða eitthvað, ég var að skáta hann og gefa hann skotið og svo sett hann alltaf skotið. Já. Eins og allir, á móti mér alltaf. Heyrðu, þarna, sko, hendum okkur þá á næstu blaðsíðu, Einar, og þá erum við að fara að ræða, þetta ég biðja ykkur að gefa, hér sjáum við alla breytingarna sem urðu í jólafríinu, eða kortir í jólafrí, og þið ætlið að greita þetta fyrir mig. Bara 1 til 10.
Og sumir eru ekki búin að spila leik, en þið ætlið samt að gera það. Ok. Og við ætlum að byrja á Sven, inn fyrir Julio De Assis í Njarðvík, bara 1-10. Ég gef þessu 6, þessi Svenni fýll leikmaður, en ég er viljað að Njarðvík myndi pikka upp einhvern stærri, meiri fjarka. Ok, fair. Steinar? Ég skal gefa þessu kannski aðeins herra, ég skal gefa þessu svona 7. Já, 6 og 7. Ef hann væri 1,98 eða 96, Já. þá færi ég í 7 líka, en hann er úr lítið. Mér finnst það bara svo gott uppgreita því að mér varst Julio svo glataður, sko. Já. Þannig að- Já, ég er eiginlega þar, skilur Þannig að sko, ég ætla að gefa þessu 8 og þá mætumst við bara í 7 sem meðaltal, sko. Já, mest 7 bara svona mjög solid fyrir þetta, þetta er ekkert eitthvað sturlað Nei. replacement, en þetta er bara, þetta er upgrade. Þetta er svo mikið uppgreita því að hinn var ekki betri en hann var, sko. Já, Það er líka verið erfiður í þokkabótu utanvallar, held ég, inn í klefa og Já. heldur það? ég hafa svona attitude í honum. Og heyri það eftir Keflavíkurleikinn eitthvað Það hefur nú alltaf. sparkandi í ykkur ruslatunnur og eitthvað svona. Já. Það er ekki bara holt. Nei, ekki þú getur ekkert. Nenni maður ekki Það er erfitt að vera að maður nennir ekki að gaurinn sem get ekki raskast það er að sparka svolítið ykkur á svoleiðis, sko. tunnur. Já. Bara sest þú niður og þegiðu. En varst þú ekki þannig, manni? Jú, en það var ég ekkert svo auðvildastur í hóp, held ég alltaf. Við þurfum aldrei að bakka neitt upp hér sjálfur, sko. Hvernig líst ykkur á Emilio Abanic í staðinn fyrir Sarko Jukic, eða svona kannski, Ég hef ekki séð hann náttúrulega, hefur við en kíkt á... Sarka Júkits er það umulugur, þó ég held að hann hafi verið góður í hóp og fitt að vera allir inn hjá öllum íringunum, á þess að ég viti eitthvað Já. upp þessu marki. En þetta þykir vera góður skotmaður, eða ekki? En þetta er sem vantar. Já. Þetta hlýtur að vera uppgreið. Ég er svona aðeins búinn að skoða hann gæja. Ég er ekki skoðan bara aðeins. Ég er með mikinn, svona, með svona króata fordóma, sko. Ég man ekki eftir góðan króta hérna, sko. Mjög óalgengir. Bara Tjötni og Bara Mario. Júkits voru svo leiðild kombo, hann að báðir hvorur einhver sjúter, bara ef þessi getur Já. gripið og skotið, þá er þetta allt annað hjá þeim. Er ekki Mario besti króti sem komið inn að bara Hver? Mario? Ég ætla nú alltaf að setja minn mann anstæðing til margra ára, Karlovits, þarna, sko. Já. Það er minn maður, minn króati. Er Mario ekki betri eða? Jú, jú. Mario betri. Betri núna því að hinn kom inn að 37 ára á haltur, skilur Já. Þú veist, sem, Hann er töffari. já, ég held að hann fallegan feril í Króatíu, skilur sem körfuboltamaður, sko. Já. Ég fíla hann líka. Þannig að hvað gefum við þessu? Bara blind. Gefur sér bara 7-10, sko. Já. Ég er eiginlega þar. Ég er að spara tíuna mína, Á þess að ég hafi séð hann, sko. Mér líður, sko, eins og þarna, Ég var nánast, áður að segja það, nánast þar að það hefði ekki nánast hvert sem er. Það er Sarka Júkits. ég ætla að segja það. Julio De Assis. Nánast, sko. Sko, það voru margir leiki sem voru bara 5 stig og 2 frákust til Sarko Júkits. Já, allt og margir. Þannig að mér líður eins og þau séu að bæta við útlendinga ígildi, sko. Sko, við erum með Julio De Assis, ef ég var í Ía, ég myndi hendur svo Bargnani og ef þeir eru að spara ekki pening, Já. ég held að þessu betur sett með Julio De Assis, Sutsum, Marcel, Styrmi og hérna Ilja heldur en Þurfa þeir ekki samt aðeins að fara að hætta í fútbolmanager þarna upp á Skaga? Jú. Það sitja einhverjir 3 gæjar og þeir eru bara í staðinn fyrir að taka upp podcast þá sittast þið niður og opnir svo eitt kaldina jæja strákar. þetta er bara svo Ég var að erfitt. reka einhvern núna. Þetta er bara svo erfitt, þegar þú tekur ekki stöðu inn fyrir stöðu, þá þarft alltaf að fara í einhver eina breytingu viðbót. Og svo eru þau bara eitthvað eftir einhvern tapleikin bara já þú veist við getum svona til ekki rekin eitt ekki bara reka frikk að jú andskotin rekum hann bara þú langt sem við rákum eitthvað. Setja það svo mynda honum í tilkynningu. Já. Þeir eru alveg óðir að reka menn annars. Hvað ætla að gefa þessu? Þú gefur þessu 10? Ég ætla nú bara að gefa þessu 7. Já, Ég veit 7 ekki. bara, þú veist. Já, þeir eru ekki að sæna Tævo Badmus í staðinn fyrir hann, sko. Eða þú veist, ok, 8-5. Okay. En Remi Martin, Eða þú vilt að það sé mælikvarinn, skilur. hvað ætla það? Mér langar aðeins að rökra þetta. Ég segi 9. Já, ég segi 9 líka. Okay. En Ég er ekkert eðla peppa, líka bara fyrir deildina. það er ógeðslega skemmtilegt. Já. En við skoðum samt aðeins Rey Martin, hann er náttúrulega ógeðslega góður. Þetta blekkir pínu, hann afir þetta einhver 23-4 stig síðast en varna. Já. Hann átti alltaf einaðun á sprengju, svo var hann mjög oft með 17-18 stig. Já. En þá kannski var hann með 15 stóðsendingar. Já, eins og þú segir að þarna góða við hann er ef hann kemst inn í miðjuna og það er einhver opinn í kringu sig, hann lætur samir sem alltaf fá boltan.
var jópiskot. Hann líka var svo miklu betri í öllu þegar leið á tímabilið síðast. Já, þessi leikur sem hann meiðist í. Hann var betri og betri, bara því næst en dróst playoff, sko. Þessi leikur sem hann meiðist í úrslagkeppninni við Grindavík. Club mate, eða? Nei takk, ekki takk. Ég er í aðhaldi. Nýtt ár, nýtt ég. Hann var á leiðin að fara í 70 stig, sko. Sko, já, ég man eftir því, en það sem að, sko, mér finnst það svo áhugavert hvað þetta er mikil, sko, að því að þú varst að tala um hérna áður við komum tökur að þú veist að breyta í Akranesi þú veist ekki að sæna stöðu fyrir stöðu, skilurðu? Þú veist, það er búið að tala mjög illa um Morsell einhvern veginn. Hann er bara verið fín, ekki meira það. En þú veist, hann er samt svona, mér langar bara að kalla hann elítu varnarmann samt, sko. Já. Þetta er bara 195 cm sterkur gaur sem læsir besta sóknarmanninum í hinleiðin, sko. Og mér finnst Keflavík verið búin að spila bara svona kraftkörfubolta hingað til. Hægt og Danni talaði um það strax eftir fyrsta leik sem þeir unnu að það verið bara vörn. Og nú sænaði gaur sem að var hataður af Keflvíkingum fyrstu 3 leikina þegar hann var hérna síðast því hann spilaði enga vörn og allir ætluðu að reka hann. Svo byrjaði hann að droppa 30 stigum og þá elskuðu hann allir. Þannig að ég er svona, þetta er svo mikil breyting í, sko. En hvað vildið þú að Keflavík myndi gera? Einhverju þurfti þér að breyta? Ég er bara að ræða þetta. Svipa eins og með hana Egor, sem að allir tala sé ógeðslega góður. Mér finnst hann ekkert búinn að vera spes. Ég held að leiknum náttúrulega var hann hræðilegur. Ég held að þetta losi aðeins að hann fái kannski meiri opinn lúk, bara grípa og skjóta. Já. Síðast þá var hann með Urban Óman, hann var ofta opinn, sko, hann vildi bara ekkert skjóta. Þarna ertu með Egor í staðinn. Já. Og Ástralegara getur alveg skotið, mjög góð skotmaður ef hann fær bara galupi skot. Já. Vilmar með þeim. Ég ætla alveg að gefa þessu, ef að gefa þessu 10 bara allir eða? Ég hendi 9. Já, ég er 9 svona. Já, hendum bara 9 á þetta. Ég er bara að segja að þetta verður alveg áhugavert fyrir til dæmis Hilmar Pétursson, sem er búinn að vera, þú veist, ekki í öllum leikjum, en hann hefur verið bara svona, þú veist, með við sísonið í fyrra, þá hefur maður miklu betri. Og maður svona býður eftir því að hann svona springi alveg út einhvern veginn. Þú veist, það er ekkert að fara að gerast núna, sko. Maður veit ekki. Hann sér ekkert bolta. Ólíklegara. En kannski opnast meira fyrir hann. Af því að Reymar bara er þannig típa, hann dregur alltaf að sér, sko. En Hilmar er bara ekki bullandi aðdráttarafl, skilurðu. Hann er bara svo stór segull sem mætir hann og bara varnarmenn eftir að sogast inn í teig á honum. Já. Hilmar lítur að finnast þetta skemmtilega heldur en að enda bara í 5. sæti og hann fer dýpar inn í play-offs með Martin heldur, eða meiri líkur að því heldur en ekki. Já, mér finnst það bara að Keflavík þurfti að gera eitthvað og mér finnst það bara geggjað breyting og fyrir deildinni líka. Það munir fullt að liði stjúnin á fyrsta leikinni á Remi Martin bara til að sjá hvað er að frétta, sko. Er hann eitthvað líkur sér hvernig hann var inn áður að mittist? Hvernig eru sögurnar? Er hann í toppstandi? Nú ert þú með... Instagram-sögurnar eru alltaf náttúrulega góðar. Já. Þú ert með Eyrun á, hvað er það, Sunnubraut? Maður heyri það hans í hörkustandi. Já. Ég sá okkar mynd hjá Instagram sem að postaði svona 20 Sembik bréfum. Já. Veit ekki hvort að það hafi eitthvað vandamál hjá honum, en... Ég meina það er ekki slæll yfirþyngd á Suðurnesjum alltaf. Bara mæta með þetta bara. En hérna... Bara sem menn sem hafa verið að followa hann á Instagram okkur síðan ára, hann sé alltaf posta hann sé eitthvað í gyminu að skjóta og í ræktinni og eitthvað og ég held að hann haldið sér standi bara og hann er ekkert of gamall, skilur. Þeir eiga hvað vorum að tala um á mánudagskvöldi í bikarnum? Val. Já, hann fær strax Val í andlitið. Ef hann verið komið með leyfi. Hann verið komið með leyfi. Líklegast, en? Á viku verður hann alltaf komið með leyfi, held ég. Líklegast, já. En svo sitja þér hjá á föstudaginn að því að stólarnir voru að keppa í Kosovo í gær til að með sigurinn þar. Þannig að mjög vel gert það. Mjög vel gert til þeim. Komið í 16 liða. Já. En já, þannig að hann spilar ekki fyrr en að verði bikarleikur, hann verði með leyfi þar. Að því að þeir sitja hjá í deild. Líklegast, þú veist, við náttúrulega vitum ekki. Það verður skemmtilegt að því að sko síðast þegar hann spilaði Val, það var langlélegasti leikurinn hans á Íslandi. Ég kýta það daginn og sendi þér. Já. Þegar að þeir gjörsamlega pökkuðu þeim saman. Já. Heyrðu, nýja, Altanes, John Hopkins heim, Miskovic inn, hröðum þetta aðeins upp svo við náum að klára hann og þátt einhvern tímann. Hvað gefið þið þessu? Annað gaur sem við höfum ekki séð. Þetta er líka nýja, sko. Já, nýja, því Hopkins var það glataður. Já. Og líka bara ég er spenntur fyrir barnastjörnunni, sko.
barnastjarna inn, Hopkins heim. Pottet að Hopkins hafi líka verið barnastjarna í Finnlandi, sko. Bara á einhverja landsliðsleiki og Já, ég veit ekki. titla í út alla, þannig að, já, ég ætla nú ekki að gefa þessu Remi Martin. Þessi var vel MVP á 18 EM, sko. Þú varst alveg barnastjarna Ok, með Serbíu og þeir unnu. gefum þessu 8. Já, Sarko Jukic inn í Ármann í staðinn fyrir Lagi og Grant San. Ás. mér fannst Lazio ekki eitthvað verri en Sarko, sko. Nei, Hann er ná meðsli, sko. Já, ég segja, þú veist, þetta er bara voða svipa leikmenn ég meðst Lazio Kaliber, sko. Lazio er jafnvel betri, sko. Já. En bara öðruvísi leikmann svo sem meiri svona... Ætlum við að gefa þessu pass? Ætlum við að gefa þessu yfir 5 eða? Nei, þetta er bara svona Ekki fjarki eða? 4,5. Já. Svona næstuði náður starffræðiprófinu dæmi. Já, Þú veist, hann var hérna og alltaf og þeir spara sér rugla flug með það og eitthvað. já, og þeim vantar leikmann í þessu stöðu, skilur, og þetta er bara Já. leiði fyrir þá, ég meina, Ætlum við þá að gefa þessu 5? Er þetta pass? já, 4,5 er nóg. 4-5? Það námyndast Fyrir við eftir í hvaða skóla þú ert. Við erum í lögfræði hérna. 5. Námyndast við 5. Ekki átt í lögfræði. Þetta sleppur á því að Grantsan var middur og svona, þannig við getum ekkert Já, verið svo ómikið. skiljum þetta. Já, Svona boring, við svona skiljum þetta og gefum þessu 5. Já, ok. svo kannski kostur við þetta er að Grantsan vildi svolítið hanga fyrir utan sem að Sarko líka. Ármann þarf ekki, já Sarko vill samt svona, hann alltaf getur ekkert skotið en kannski vill hann hanga fyrir utan. En þetta, meðan Grantsan ómikið verið að taka Já. einhverja, þeir eru með nóga þannig leikmönnum. En hvað gefið þið Darrell Morsell inn fyrir Walker upp á Skaga? Ég segi 8. Já. Já, ég segi líka, Af því svona að- 5, 8. Tæknilega séð vantar en fjarka. Ég meina, ef að ok, förum í Skagan eftir. Þannig að það er næsta plassi, já. Klárum bara þetta. Það ferka þangu til 8. að koma tilbaka. Já, En við gefum þessu 8. Þá sænar ekki leikmann núna. en Morsell, ég skil alveg, hann er á landinu og þú veist hefur síðan að þú pikkar hann alltaf upp, hann Já. mun styrkja það ógislega Það mikið. mun gera það. En ætli Ármann hafi ekki heyrt í Morsell. Ég held þeir eru bara ekki með þannig penning, sko. Það hefði verið burt með kannaði á þeim. Morsell, þeim vantar, hann er bara þristur eins og kannið þeirra. Já. Sagan sagði bara Morsell var heldur dýr, sko. Já, Skagin eru bara, þú veist, þetta virðist bara vera þannig að Ármann eru bara einhvern veginn að klára þetta season einhvern veginn og þú veist, Braginn er í bróðið sinn til þess að vera með leikmenn, skilurðu, og þeir taka Sarko Jukic sem er lélegasti bossmaður deildarinnar rekinn og meðan Skagin er ennþá bara eitthvað svona að reyna að halda sér í deildinni, fattur. Þetta virðist vera svona algjörlega mismunandi hugsunarháttur hjá stjórnunum, sko. Ég er ekki frá því, sko, að Morsell hafi verið dýrasti karinn í deildinni. já, ok. Hörður Unnsteins sagði í skiptuborðinu að hann hefði heyrt það mitt Jón Líós að Ía hefði verið að bjóða í Braga. Hafið þið heyrt þetta? Nei. Frábær saga, ég ætla að trúa henni. Hann sagði þetta í skiptuborðinu, já, Hörður myndi aldrei fara að bulla svona. Miðað við allt sem að Skaginn hefur verið að gera, eins og Matti segir, sitja þrír með kaldan og eru í fútbolmann. Já, ekki að bjóða Braga bara. Og mér er bara að stiða allt þetta. Allt svona, ég finnst bara að gegja það. Ég meina, Tala um þetta að Njarðvík og svona liði að vera að gera þetta í Sigvalda til dæmis og fleira, sko. Af hverju málið er ef að Skaginn fellur, sko, ef að öll önnur lið heldur en þessi tvö falla, þá er 99% líkur að það komast aftur upp. Já. Fattar þau? Mm. Þurfum við eitthvað að fara að nefna þau, skilur. Ég meina, KR og ég komur strax bara bæðið upp, Já, já. Þú veist hvað ég meina. Bara með unga kjarna, skiljur, og leikmenn sem eru góðir og með reynslu. Bara stjórn og budget, þú veist, ef að Þorláksson fellur og langar að komast upp, bara setjast menn niður og bara taka 4 útlendinga og allir kosta 3 og 5 lágmark. Já, Það er bara nóg til að pakka fyrstu deildinni saman, sko. Alla jafnlega, já. Já. En þú veist, ef að Akranes fellur, þú veist, þá bara, þú veist, hver veit, skilur, kannski þurfa að bíða til í 20 ár, sko. Já, maður veit það ekki. Það er svona öðruvísi, fattar þau? Þeir eru ekki með þennan íslenska kjarna Nei. sem við tölum oft um, af góðu leikmennum. Og líka bara svona þessa samfellda Ég segi, þú sögu veist, síðan að ég byrjaði að fylgjast með körfubolta, skilur, að vera í úrvalsdeild, sko. Já, líka bara KR með Turbo og þannig Þorra og Lars og fullt af ungu gaurum. Og ég er með Hákon og þú veist, alls konar svona gaurar, skilur. Já, líka bara með yngri flokka í Ég er að segja það, þessi skilur. félög eru bara með þannig yngri flokka líka að koma alltaf einhverjir gaurar upp, sko. Ég er bara aðeins minna bæjarfélag og þetta er erfiðara. Þeir eru allir í fótbolta. Já, og það líka. En síðasta, Toms í KR í staðinn fyrir Vlatko Granic. Tölum það þetta á hann. En það er náttúrulega kannski erfitt að gefa þessu fyrst að hann er kannski að koma í staðinn fyrir Jugovic ef að Granic kemur svo inn. En bara, ok, hvað gefið þið þá bara þessu sæni? Mér minnir 8, 9, að Grans sé það hérna.
en ég sé ekki að Sverrir fór Ég heyrði sömu sögu. Þetta er bara frábær leikmaður, þessi Tóms. Já, lítið Ég bara var vel ekki út. bara að gefa þessu 10 eða? Jú, ég held það. Nei, kannski ekki alveg. 9. Jú, 9. það fær alveg 8-5-9. Já. Ok. Ég vil bara sjá fleiri leiki með honum og sjá hann vera ennþá betri. Já. Það var með hvað, 13-15 stig eða eitthvað í síðasta leik. Mjög flott skot. 15. Já, þú veist, bara solid skilur, solid framistæða. Það er geggja skot. Þeir eru Ármann á morgun. Já, ég held að það er í sæðilinu mínu. Förum við þá eftir Einar hendum okkur í næsta punkt. Og sko, þetta er bara þrennt sem að mig langaði að ræða. Ræðum bara smá þetta Keflavíkur-dæmi því að þeir svona voru svolítið talaðir upp hérna í nóvember og byrjun desember og svona fórum svona smá í þetta áðan. Ef að Remi Martins kemur og er bara eins og hann var síðast þegar hann var hérna, geta þær þá orðið Íslandsmeistarar? Já. 100%. Sammála, Ármann? Keflavík þegar hann var síðastina, gátur Íslandsmeistarar. Já. Og það var bara út á honum. Já, og þeir eru með miklu sterkar liði í ár. Mér finnst bara eina fimmann hjá mér gæti skemmt fyrir þeim. Já. Hann gæti bara verið fyrir þeim í sóknarleiknum. Sko. Eru þeir með miklu betra lið núna? Þeir Þeir voru með Sigga Péturs frábæran síðast. Já, það er bara Sigga og Hilmar. Þeir eru með öðruvísi. Hvað er fyrra? Nei, þeir voru með Remi Martin fyrir ekki. Sko, Urban og Óman, ég var hrifinn á hann. Hann var frábær þetta sísón. Hver? Já, þú veist, já. Siggi? Það var fyrsta alveg sísón hans, en hann samt ekkert eitthvað. Breakout sísónið hans. Já, já. Hann hefði ekki búin að vera góður í vetur og hann var ekki góður í fyrra, þannig að þetta var langbesta sísónið hans. Þetta er basically eina góða sísón Sigga í úrvalsdeild, sko. Hann var svona mikilvægur fyrra. Hann var eini gæði með lífsmarkið í þessu liði fyrra. Hann var samt betri í Remi Martin-liðum sem var Já, já, já. bikarmeistari, Já, eða já. ekki? Jú, örugglega. Hann var góðin erfitt með Kane í playoff. Já, ég man það alveg. Takk. Já, það er meira firepower í Keflavík í ár, en þeir eru kannski ekki, sko, eins og ég segi, munun til dæmis, ég tek Egor á móti Urban og Óman. Nei, settu Egor á móti Igor Maris, það eru 2 sjútrar. Já, Líka meistar ógsta líkir. Egor er yngri og alveg betri, en þetta er samt ekki eins og Igor Maris var frábær fyrir Keflavík, sko. Svo var, sko, Urban og Óman var lúmskur hjá þeim, hann var alltaf skuggalegu varnarmaður. Hann gat alveg, þú veist, hann gat tróði honum og gerði sitt, sko, þannig að Já, fólk hataði hann í byrjun en lærði að elska hann. þá var hann á móti hvað, Möller, eða bara Hilmari Péturs á kantinum. Já. Svo jakaði þetta ennþá, Já. Og svo Dólusæði á móti með þessum Möller. Já. En þeir eru með Mirza Bílis líka, þeir eru með fleiri. Já. Og Já, og bara meiri breytt, Halldór svona Halldór Garðar var líka Pétri. Óla Gunnar og, þú veist, eðlilega mikið gaurur sem geta að spila, sko. Mér finnst þetta liðið bara mjög, mér finnst þetta samt ekkert verið eitthvað svona, menn eru núna eitthvað mjög mikið, nú er Remi Martin komin í miklu betra liði. Nei, liðið núna var að tapa fyrir IR ánan, sko, og bara litur hræðilega út í þessum leik, sko. Já, og líka að tapa með til liðið þegar Jakob Falk, sko, IR-liðið sem Jakob Falk skora 60 eða eitthvað. Já. Þeir voru með Björgvin Hafþór og Tómas Orra í byrjunarliðinu, þú bara tapar fyrir þeim með atvinnumannalið, sko. Já. Þannig að það er ekki eins og Remi Martin labbi hérna bara inn í tilbúið Tindastólslið sem er í Evrópukeppni, sko. En ég segi að hann var ástæðan fyrir þeir Ef ekki bara basically að segja að sko eftir henni IR-leik þá er hann labba inn í bara Keflavíkurlið sem er smá brasi eða? Já, af því þeir eru ekki ennþá unni lið í topp 4. Nei. En þeir geta orðið Íslandsmeistarar með Remi Martin er eitthvað teg. Ég ætla að segja nei. Ég segi nei. Ég segi nei Ég líka. segi að geti það. Ég ætla að segja nei. Á þess að hafa séð hann. Þá geta þær það. Heyrðu, förum í næsta. Nei, ekki næsta blaðsíðu, bara næsta punkt. Bragi Guðmunds. Er Stjarnan að senda hann? Mér skilst að það sé bara búið að samþykkja það að hann fái að fara út úr þessum samning. Ok. Og mér er alveg sama hvort að það sé klárt eða ekki. Hvað finnst ykkur þetta, málefni? Í fyrsta lagi að þrennt. Í fyrsta lagi að hann vilji fara úr þessu liði þar sem hann fari að vera aðalgaur, það að vera 8. maður í Stjörnunni. Í öðru lagi að Ármann leyfi það og í þriðja lagi að Stjarnan með alla sína yndislegu yngri flokka og efnilegu leikmenn, 4 útlendinga, 3 landsliðsmenn ætli að fara að borga út einhvern gaur. Ég ekki að fara bara í sama hlutverk og hann var í Grindavík í fyrra. Eitthvað sem hann fílaði ekki. Að einhverju leyti, sko, en
hann lítur nú að átta sig á því að hann kannski ekki alveg að fara að labba hann inn og vera aðalgörinn þessi Ármann. Ég held að hann átta sig alltaf að því. Þú ert að labba inn í lið með, bæði með Orra Gunn og Ægi. Já, og erlendu leikmenn með þeim. Ha? Svo með erlendu leikmenn með þeim og svo þá erlendu leikmenn með þeim. Að hann sé að labba inn í smá svona kannski auka hlutverk sérstaklega framan af, skilur. Hann þarf að sanna sig og sína. Hann bara hlýtur átta sig á því. Þó minnst bara Bragi hafi verið frábær á þessu tímabili og búinn að vaxa svakalega. Hvað var annar punkturinn? Hvað finnst að Stjarnan sé að sæna hann? Byrjum bara á því hvað okkur finnst að Ármann leyfi honum að fara með einhverju fílustjórnun eða eitthvað? Hvað vilt þú að þið geri? Lið sem í kannski ekki fjárhagslega sterkt. Bara kláraði sísónu með okkur fyrst að þú ætlaðir að koma hérna og vera aðalkallinn. Kíkja ekki stoltinu og bara halda frá borgunum og hann eitthvað. Ekki spila að mæta æfingar eða í fílu eða eitthvað, skilur. Segist þær meiddur með En við skiljum Ármann, við skiljum Ármenninga. Ég skil þá, skilur. Það er bara erfitt. Nýbúinn að draga bróði svona flott þarna með sér og hvað hann bara stökka frá honum strax. Þarf hann ekki að hugsa sjálfa sig, fyrst og fremst? Jó, ég myndi fara í... Nei, ég myndi klára tímabilið með Ármanni, ef ég verið Bragi. Já, ég líka. Það sem að böggar mig, sko, er að hann einhvern veginn fær líklana og við höfum rætt þetta hérna í uppbytun og þáttunum og öllu þessu og bara, þú veist, þetta er ekkert glata lið. Þeir eru búin að vera með 3-4 útlendinga með honum og einhvern veginn og... Ég sé ekki uppsetti fyrir hann að fara í Stjörnuna. Nei, og mér bara svona... Þetta ekki fitt. Hef einhvern veginn bara svona áhyggjur af þessu að því að... Ég sé meira uppsetti fyrir hann að fara í Grindavík, til dæmis. Hvað er hann gamall? Hann er jafn gamall Orra. 22 ára eða eitthvað. Svoleiðis. Þú veist, Grindavík, Bandaríkin, skipti hann ekki lið í Bandaríkjunum? Skóla, jú. Þú veist, hann kom til okkar í Hauka úr Grindavík, þú veist, fer svo tilbaka í Grindavík, Ármann, maður bara eitthvað svona, þú veist, er þetta, ungu Bjössi Kristján saga, skilurðu? Þú veist, er alltaf mid-season grasi grænna einhvers staðar annar staðar? Gegnum Vilhelm Björnsson samt. At the end, þegar hann settled down í KR, fattur við. En þangað til voru þeir bræður náttúrulega bara smá allagi, sko. Já, sérstaklega yngri. Já. Og það endaði svo sem ekkert frábælega, svo sem hans ferill, sko. Nei, Oddi. Nei. En sko... Ef Stjarnan að sannfæra Braga að koma og vera 7. maður, þá það bara... Já. Ég sé miklu mjög eftir Braga til þess að fara í Njarðvík, Grindavík. Já, ég segi það. Ef hann vill fara, af hverju er hann þá ekki? Þetta er ekki liðið fyrst mér sem að hann er að fara. Nei, af hverju er hann þá ekki einmitt að fara í lið sem að bráð vantar kannski ekki 38 mínútna leikmann. Nei, en svona 25. Langar hann svona mikið að verða, þú veist, Íslandsmeistari eða þú veist, er það eitthvað sölupunktur eða? Var það ekki líklega í Grindavík? Ég þekki Braga voðalega lítið. Ég held að ef hann fer í Stjörnuna, svo eru þau bara með Ægi, Orra og sitt lið. Bertóni kemur inn á honum undan alltaf og ég held að hann verið fljótt pirraður þar, sko. Haldið að Balli sé eitthvað að segja um að verið valinn í landslið? Bjarni Guðmann fékk nú landslið og Pétur Rúnar var alltaf í landsliðinu og... Já, geta alveg verið, þú veist, maður veit það ekki. Þá var hann verðmætari að fara út, einhvert til útlanda, landsleik. Maður veit ekki, sko. Ok, tökum þá þriðja punktinn í þessu sem að mér finnst ógeðslegur. Og það eru frændur mínir í Garðabæ sem að grenja svoleiðis með einhverja pistla á garvan.is og á Twitter yfir yngri flokkunum sínum og eitthvað svona hvað þeir eru æðislegir og náttúrulega hafa verið að berjast þetta gegn útlendingareglum árum saman. Ok. Þú ert með 4 erlenda leikmann. Fæn. Missi Hilmar Hennings gúttir það. Þrátt fyrir væli hvað þið þykist standa fyrir að þín Garðabæ. Ok. Svo ertu með 3 landsliðsmenn, 2 hálfan kannski og Bjarni Guðmann er svona, hefur verið landsliðin og hefur ekki verið. Og Ragi Bjarni Guðmann. Þetta 7 körfuboltamenn. Það stundum talaði að þú spilir á 5 og notir 7, sko. Svo ertu með hérna Jakob sem var voðalega efnilegur hérna í byrjun sísón og fekk hérna einhverja mínútur hér og þar. Og var bara fín. Svo ertu með úlinga og drengjaflokka sem hafa sópað þessi verðlaunum og alltaf ef maður er að lesa hvað allir eru voðalega efnilegir. Hvað í fokkanum eru þeir að gera? Af hverju þarf að sækja einhvern 8. körfuboltamann? Og svo ertu með einhvern króatískan drillara, Baldur sem er með, þú veist, hádegisæðingar, út með Inga Þóranna, þú veist, mér finnst þetta svo mikið djók að þú þurfir að fara og sæna leikmann úr Ármanni til þess að vera með 8 körfuboltamenn.
Já, það er þín skoðun og þú er rétt á henni. Ég styði þetta. Mér finnst bara geggja að lýsa að kaupa leikmenn og sé verið að treyta gaurum og allt þetta. Þú veist ekki hvort það sé verið að kaupa hann, kannski bara er hann að fara þarna frýtt. Mér finnst ólíklega Ármann Gútari það. Já. Ef þeir eru með eitthvað út í köllinu, það er alltaf allan að rukka, þú veist, eitthvað penning fyrir hann, sko. Ég skil þetta bara ekki. Ég bara skil ekki og ef ég er leifstöðin og þeir sæna Braga í alvörinni, þá mæti ég þarna, rifti samningi á guttanum í svona kvolfi borðinu yfir allar stjörnun. Bara fyrst rekiði mig sem yngri flokka þjálfara, leifstöðina. Já, ég átti að maður því. Og svo setið þið son minn í frystikistuna. Forget about it. Já, en hann var alveg vita að hann var ekki að fara að vera að spila þarna mikilvæg mínútur. Var það að vita? Já. Fyrir tímabilið. Hefðu þú giskað það að Jakob var að spila? Nei, en spurðu pappans. Já. Kannski ef það er búið að lofa þeim ykkur, þá er það bara stjörnunni skilur að vera því. Já, ég skildi ekki. Hvað finnst þér, Ármann? Myndur sækja bakverð, þurfaði líka eitthvað að sækja bakverð í þetta lið? Hvað þurfa? Þeir þurfa bara leikmann. Þeir þurfa bara betri körfuboltamann en Seth Day og Pablo þarf að geta eitthvað. Sko. Ég ætla, ef að Pablo er með garantít samning, og það er baldur djúvill, ég get ekki losnað við hann, en hann er ekki nógu góður, tekið bara Braga og hann kemur inn á undanum. Ég skil líka bara ekki hvað er halda Bragi sér fara að gera. Bragi fara gjörsamlega að gera allt sem hann vill í Ármanni. Var þetta gert það mjög vel, sko? Já. Bara verið ógeðslega góður, sko. Þeir hafa samt verið að tapa bara með 20-30 stigum, sko. Já, en hann per se hefur samt verið bara mjög góður. Sama hvað vartilið hafa spilað hann er bara besti leikmann í þessu liði. Hvort þið var útlendingum með öllu, hann var langt bestur. Við liðið að einblína á hann er samt að setja upp 22-23 stig í leik að meðaltali, sko. Já, en þú veist, langar hann ekki að sjá boltan eitthvað áfram. Orris og Agráðan skjóta alltaf þegar þeir fá boltan og Ægir dribblar endalaust boltanum. Hvað er alltaf Bragi að fá ekkert bolta hérna? Ég sé þetta fitt ekki, sko. Ég bara sé þetta alls ekki, sko. Það er sama ég sé ekki fittið, þú veist, frá Braga séð, sko. Þú veist, minnst það galnara heldur en kannski á stjörnunni. Þú veist, ég sé alveg stjörnuna vilja bara hafa gaur sem hann getur komið inn og lest þessar Pablo mínútur. Já, ég er sammála. Það er ömulegar. En á hverju Ég skil stjörnuna. Ég skil stjörnuna, en ég fær aldrei að ég var í Bragi. Það verður að fara í þetta hluta. En það er samt að halda Pablo og sæna Braga. Já, því ég bara er 99% viss að Pablo sé garantít, því hann kom ekki inn með konu og barn og eitthvað fleira á hverju svona samning búin að vera atvinnumæður í svona mörg ár, hann er ekki með hann garantít. Það er bara engar líkur að því. Nei, ég er sammála því. Þannig að ég held að geta ekki reykja hann og þeim vantar hann leikmann og þeim vantar hann leikmann, skilur við erum allir sammála það. Þeim vantar leikmann. Ég er bara alls ekki sammála, mér finnst þið vera með 7 mjög góða körfuboltamenn, sko. Já, þú vilt hafa 8. Nei. Flestir vilja hafa 8. Það er engin með 8. mann sem er eitthvað betri en Jakob Leifsson. Nei, en Bertone er ekki að standa undir því sem hann á að vera sem 7. maður. Bragi tekur mínútur hans og hann þarf bara að fá einhverja örlitla móla hana því miður. Ég held að Pablo... Hann er búinn. Sem 7. er Pablo ekki bara standið því sem er búist við hann. Sást hann í KR? Með bara þetta tímabil. Mér finnst þetta bara svo skrítið, sko. Þetta er bara ekkert að fara að gerast. Það er ekki að fara að gerast að þú kaupir Braga inn og hann taki alla mínúturnar hans Pablo sem er að garantera frábærum samning og allt einu Pablo Bertone með $5.500 á mánuði og hann fær ekki að spila, sérðu það fyrir þér? Hann fær að spila, hann bara ekki mikið. Já, ok. Ég segi að Bragi fara í mínútur sem Pablo hefði átt að vera að fá, sem er byggust við, þess að 20 mínútur leika eða eitthvað, skilur. Veistu hvað Ægir, Orri og Agráðan sem spila mikið? Það 36 mínútur leik. Ég myndi ekki sko það, já. Já, það er ekki mikið eftir, sko. Já, alveg eitthvað. Já, 5 mínútur sem hver gefur upp eru 15 mínútur. Já. Þannig að Bragi og Pablo geta sér að 5 mínútum, annars spila 7 og hinn 9. 28 viðbót líka, þeir ekki spila 36. Sko til dæmis ef að Stjarnan myndi mega reka Pablo, þau myndu sæna leikmann, þá þyrftu þau samt að hugsa þannig að þau þyrftu að sæna leikmann sem er að koma á back. Af því að Orri og Ægir byrja alltaf. Já. En hversu sterkar heimildir hefur fyrir þess að þetta sé gerast? Mjög sterkar. Okay. Þetta er að fara að gerast. Ef þetta gerist ekki í... Því ég hef ekki heyrt þetta. Nei, ekki held. Ég heyrði þetta í að dæmi þarna en þá greinlega hafði í að heyrt Ármann tapa einum leiki viðbót og þá bara er þetta búið. Ég veit ekki hvort að hann spili næsta leika eða hvað. Í að hafði greinlega heyrt að það væri eitthvað svona hægt að losa Braga, sko. Já. Fyrst að þeir ringi og spurja. Ég fann það náttúrulega alveg tengdurinn í Stjörnunar líka og kannski heyrt að þeir voru eitthvað að bjóði hann og vilja vera með, ég veit það ekki. Er þetta að svipa ef að í að tapa næstu 2 leikjum, þeir eru konur lengra. Einhver líka að fara að þeir eru með einu sigri líka meira. Já. Þeir ætla líka bara, þú veist, þeir ætla líka bara að give it a fight, sko, held ég. Þeir Keflavík myndi ná að sannfara að láta sér fá Sútsum og það var þeir alvöru contenders. Ég held ekki. Ég held að stjórnin í Akranes sé meira bara eitthvað svona
Viljið þið ekki selja ykkur Remi Martin? Já. Veistu hvað meina, kannski ekki alveg, en þú veist, þeir eru bara eitthvað, voru bara í sumar að bjóða í Styrmi og David og Keke, skilur. Þetta er það eina vitið. Ég fíla Þeir mættu bara stórir. Já, ég fíla það. Þeir, þú veist. Ég er bara mjög ánægð með Ía svo farið, bara mjög óöfni núna með þessi meiðsli, sko. Ræðum Ía núna, það er síðasta punkturinn hérna. Er partíið búið þar, af því að þetta 30 stiga tap í Þorlákshöfn var alveg ljótt. Og það er ekki búið. Þú veist, nú eru þeir komin með nýjan Kana. Hinn var náttúrulega alls ekki nógu góður í körfubolta. Þurfa, sko, sútsum eins og sko, loftið sér anda. Já. Hann er ekki með á morgun, höfu heyrt. Það er sko, aftur. Það sem að ég heyri er að meiðslans eru bara aðeins verri heldur en menn héldu. Þannig að það er eitthvað smá í hann. En hins vegar... Það er ekki mikið efni á því, skilur. Nei, en hins vegar er mættið til landsins Viktor Bafuto, sem var að spila með þeim í fyrstu deildi fyrra. Já. Sem var með 16 stig og 13 frákast í fyrstu deild sem þeir unnu. Stór strákur. Það er stóri? Já. Sem gat skotið þristum. Já. Og hann sé að fara að spila leikinn í staðinn fyrir Goiko á föstudaginn. Eða fimmtudaginn eða eitthvað. Gæti hann spila með Goiko? Þá geta losa sig undan Bargnani þegar Goiko kemur tilbaka. Þeir eru samt bara komnir svo skrýtna. Ef þetta er satt og þeir eru líka með Lucian sem går 7. útlending. Þetta er alveg bara einhvern veginn sko... Og það má bara á 4 skýrslu. Mér líður smá eins og þeir séu sko Chelsea í fótbolta. Ég veit ekki hversu mikið þið fylgist með því. Eiga leikmenn út allt. Eiga bara einhverja leikmenn út allt og svo einhver þjálfari og svo bara eru alls konar gaurar sænaðir og þjálfarinn bara eitthvað, ég get ekki einu svona fundið sko nógu fáa til að skráða í meistaradeildina sko. Það er ekki pláss fyrir það inn í klefinn. Það er ekki pláss fyrir það. Þú veist, ef að ég veit ekki, kannski, þú veist, stendur hann sig bara ótrúlega vel og þá eru þeir komnir í það að það er ekki pláss fyrir Lucian og króatíski frændiðin verður líka losaður sko. Fyrst þið tóku Mosella, myndi ég losa Bargnani. Já, ég myndi alveg skoða það. Þannig að hann er líka bara, hann er fyrsti maður til að gefast upp alltaf. Þeir geta ekki losa neitt fyrir að þeirra menn eru orðin heilir. Já. Svo er Goiko bara það góður að sko sama hversu vond meiðslin hans eru. Þú veist, þeir eru aldrei, þú veist, þó hann náði bara síðustu 3 leikjum. Já. Þá eru þeir bara eitthvað að reyna að hanga á honum sko. En við erum svona þar að það er svona one last push í gangi þarna. Já, ég leyfi þeim alveg að njóta vafans þangað til að gjörsamlega ég er búinn að sjá bara að þeir geta ekkert með Mosell og Sútum og alla inni og bara er ok. Það er ekkert ótrúlega mikið sko svona sóknarpower í Djokovic frændaðinum í point. Nei. Mosell og Styrmir einhvern veginn á vængjunum. Og stóru gaurarnir hjá Þór Þorláksson voru bara eins og fullorðnir menn í einhverju krakkapartí á móti þeim sko, eins og staðan er núna. Þetta er bara vandamál. Þetta er bara abjúsuð þá sko. Já. En maður leiður með nút á vafans því það er alveg smá eftir og þú þarft ekki að vinna marga leiki til að henda þig bara upp í eitthvað sæti sko. Þeir eru náttúrulega bara einu stíi á einum sigri og eftir Álftanes KR sko. Ég er að segja það skilur, það er ekki. Já, 2 núna mögulega. Þeir eru með 6, Njarðvík 8. Já. Skal ég kíkja á það einu? Hinn með 10 öll, 3 lið með 10. Já, Þorlákshöfn og Njarðvík eru með 1 meira og hinn 2 meira. Já, Þór og Njarðvík eru með 1 sigri meira en Ía og svo KR IR Álftanes með 2 meira. Já. Það er náttúrulega bara orðið 7. sæti sko. Ég segi að þú þarft ekki mikið til að hoppa bara upp svona eins og en það þurfa þá að fara að fá þetta bak. Líður bara eins og með Ilja Djokovic, þá ertu bara ekkert eitthvað, þú hans í uppáhaldsleikmanni þinn manni. Nei, alls ekki. Mér líður eins og þú ert með hálft liði meðslum einhvern veginn og veist ekki hver af einhverjum 6 útlendingum er heill í næsta leik. Já, þú veist, Ármann. Þú ert ekki að fara eitthvað sigur rönn sko. Þeir eru töpuð á þetta Ármann lúkkuðu miklu betur en þeir í þeim leik sko. Já, þarf bara 1 leik. Með alla með og bara eitthvað stemmingu og bara hjólast þetta í gang sko. Heyrðu, hendum okkur í næsta, Einar. Það eru nokkur hot take. Það byrja með mín hot take. En þetta er í rauninni ekki hot take sko. Ég var bara eitthvað svona að hugsa þegar ég fór að sofa í gær. Bara svona, hvað sturla dót geti gerst, skilur? Geti Þór Þorláksson Íslandsmeistarar? Nei, það er aðeins svo sturla, skilur. Ég meitt í þáttina. Stjarnan mista playoffs, nei, það er alltaf langt og var einhvern svona gýr sko þannig að ég þetta komið mín 3 og svo ætlum við að gefa þessu prósentu bara 0 til 100 bara og það má segja bara 0 bara þetta bara getur ekki gerst, bara sama hvað þannig að byrjum á mínu ég var eitthvað að skoða þetta og
Ég er á því að Tindastóll sé að fara enda í 3. sæti. Og ég er með svona bara sturla dót sem að fara að gerast. Er að þeir bara fá Álftanes og dett út í 8. úrslit. Hörkusería í fyrra sem að svona hefði geta einhvern veginn swinga staði sem með Álftanes. Þetta er svona eitt svona, akkurat núna er klikkað að hugsa út í þetta sko. Af því Álftanes hafa verið ógeðslegir og töpuðu með 70 fyrir þeim daginn. Já, mjög skrítið að hugsa þetta akkurat núna. En ég hugsaði þetta, að bara svona nýja leikmannleiðinni og eitthvað. bara nýtt þjálfarteymi, barnastjarnar komin inn, Siggi Pétur að koma inn. Ég gefi þessu svona 20%. Já, 20%. já, 20. We take that. 15-20. Ok. Þetta getur gerst. Já, tökum næst. En væri þetta ekki smá sturlað? Þetta var létt. Með eitthvað stólar eru bara, að mér finnst ógeðslega góðir þegar þeir eru allir on, sko. Já. Tökum næsta, hjá mér. Það var að Njarðvíkingar bara falla. Og sko, inn í þessu er náttúrulega Skæin rífur sig í gang og Morsell og Goico verði bara leikmenn, skilurðu. Ég meina ef Ármann og Ía ætla að bjarga sér, ég held að þessi Njarðvíks liði sem þeir horfa í augnablikinu. Já, þá Þorlákshöfn myndi ég horfa í. Sko, það sem að ég var spá með Njarðvík, það þarf svo lítið að gerast til að þeir vinni engan. Það þarf einn gaur af þessum bestu 3 hjá þeim. Ef að Lothier stendur ekki upp næst þegar hann snýr sér 20 sinnum í hringi eftir eitthvað kontakt, þá eru þið bara ekki að fara að vinna neitt nema Ármann, sko. Hvað ætla að gera í næsta leik með byrjónlið? Þessi gaur er þristur. Já. Hvað ætla að gera? Ætla að láta Lothier byrja í fjarka eða ætla að láta bara Snjólf byrja og þennan gaur komin á bekk? Sko, Snjólfur verður örugglega ekki jafnmörgum mínútum en mér finnst þeir bara ekkert ráða rosalega vel við það að íta Lothier niður í fjarka, sko. Íslenski Brian Scalabrine. Þegar hún er ekki bara í að breyta alls konar systembreytingum og hafa bara einn inni og 4 úti, eða? Já. Já, það er bara svo Eitthvað þarf að erfitt gera. með- já. En svo finnst mér Milka verður honum bensínlaus ef hann þarf að spila svona ógeðslega mikið. Milka, já. Í raun í byrjun á þessum leik. Hann var Milka- salla þristum Hann er alltaf og... bestur í fyrsta leik held ég. Já. Það er galið, veist það alltaf bara Já. byrjar ógeðslega vel, Já. svo bara svona einhvern veginn fjarar hann út. Þá aðalega því liðir svolítið líka að ráðast á hann og restunum varnarlega, Já. oft á tíðum. Þannig að þeir finnst svo tilneitað til að taka hann út af. Ótrúlega líka mikið af sóknum þar sem að Milka bara... Ég held svona stundum þegar Milka er hlaupaðan upp og niður. Búin að vera einhverjum droppvörn og eitthvað að reyna að gera rétt, sko, allt og hægur og eitthvað. Kemur sér á sína staði í sókn. Svo kemur Lothier og tekur 4 spinn og vinnir mannin sinn og hendir boltanum einhvert, sko. Það hugsa svona, guð, hvað ég sakna Hörðaxels, maður. Vitið þið hvað ég meina? Já, já. Svona, Þannig að láta mig á 2 skot hérna í shortcorner spjaldið Já. hann í please. það er engin, að því að Brandon Averett átt að vera þessi öðruvísi point guard. Já. Hann er ekkert að spila upp á Milka, sko. Nei, mjög lítið. Hann er ekkert að reyna að spila inn á styrkleika Milka í þessu midrange og eitthvað að láta menn... Já, styrkleika Milka er náttúrulega bara sko, inn í teik. Hann getur Já. sko, kjötað alla í þess að deild frá sér. Sko. Hann er Hann fær aldrei Nei, boltan inn í teik. aldrei. Í það sem hann getur bara farið í layup. Sko. Já, Nefnum bara eftir sóknarfrákast eða eitthvað. mér finnst það svo, en þú veist, en svo líka bara það, þú veist, mér, sjáu þetta fyrir ykkur gerast það? Já, ég gef svo svona 25, 20. Ég fyrir Líka. upp í, já, 30. Mér, 30? Þá ertu að gefa það í raun að Ía eigi 30 líkur að halda sér uppi. Nei, 70. Djók, ég veit ekkert Nei, hvað að 30. Þannig að 30% það er falli. Not good with numbers. Sem þýðir að Já. 30% Ía ná að halda sér uppi. Sem er pínu... Sem ég gef meira svona 15%. Já, það var kannski, Njarðvík voru alveg góður í þessu Grindavíkurleik. Það er Góð bara spil, ótrúlega þess að við hendunum frá sér. Þannig að það er eitthvað að nýsa að spila mennsku. Já, Ég held samt að þarna, já, ég skal segja mitt hot take á eftir sem að tengist Njarðvík. já. 30%. Já, já. Ég greip það. Já, mér finnst það flott. Næsta og síðasta, og það var, Þetta er mitt átek. er þetta hot take-ið þitt? Já. Það ætlum að hafa þetta hot take saman. Sendið þú honum Grindavík hot var take-ið? sópað í áttaleguslutum. Og Ég var með sama. viltu koma með þitt take fyrst? Hvernig? Ég ætla að koma með mína sögu svo. Hvernig? Já. Nei, endilega bara. Komdu með þína. Mína. Já. Þeir enda í 4. seti og þar mæta þeir Álftanes í 5. Já. og eru sópað. Já. Ég fór ekki einu sinni í svona mikla svona
sögur sko. Ég fór bara í það að þeir bara lenda í fyrsta, öðru, þriðja, fá IR og þeir bara höndla það ekki sko. Það annað háttökja mér. Þeir höndla ekki Gett og Hooligans og hitan sem í gangi sko. Má ég þá bæta inn í, ok, þú mátt gefa þessu prósentumanni að hefðu grindingur. Prósentan frá manna Grindvíking og það að Grindavík verið sópað í áttalegustum. Svona 3%. 3%, ok. Ég ætla að gefa þessu 5%. Já, ég gef þessu 5 líka. 5%. Þetta veikasta. Þetta var einu af einu sturlusta háttegs. En þið gáðu 20% samt að Tindastóll fari út á móti Álftanes. En ekki sóp, já. Ekki sóp. Ég get alveg séð Álftanes vinna í seríu og ég líka. En það eitt af mínum háttegs. Má ég fara í mitt hátteg? Já, komdu með þín hinn 2 hátteg. Sko, ég man ekki hvað þriðja var, en hitt háttegið mitt að ég getur farið í úrslit í finals. Já. Ef að nýju gaurinn þá geggja góður eða? Hann mjög góður og bara, sko, finnst mér bara svona, við höfum ofta rætt þetta. Það bara ógeðslega segir. Við sáum bara núna á móti Keflavík, sem bara solid Keflavík-lið, þú veist, jú, kannlausir, en þeir eru bara svo solid. En þeir bara Falko í 60, Júkits er farinn og þeir samt bara einhvern veginn kreista út sigur. Þeir gerða á móti Stjörnunni í play-offs, voru ekki búin að fara alveg góður á tímabilið þannig. Fóru ekki oddarleika á móti Stjörnunni, sem eru svo meistarar. Nei, 3-1. Var það 3-1, en voru allir leikið meðlega öllum leikjum. Já, náðu það fyrir utan 1 leik sem að ég bettaði mikið á sem þeir skítöpuðu, þá voru hinir. Þetta áður með Borsi, það var að fara í finals sem underdogs, skiljum. Og bara svona, mást bara heyra alls konar svona sögur, leikmenn finnst svona áherslu Borsi oft skrítnar og hann sé spesþjálfari eða eitthvað. Klónaras. En bara, þetta virkar alltaf einhvern veginn sem maður gerir. Hann bara að segla út sigra þegar maður heldur að þessi alltaf fara að skítapa að vinna í leiki. Og sérstaklega play-offs finnst mér þetta að koma sterkt inn hjá þeim. Sko, í þessum síðasta leik, þá fyrir mér Klónaras frábær og Mango Chutney var frábær og Hákon átti flotta spretti. Já, Falko hvarf. Ég sé bara ekki, ég ætla að gefa þessu bara 10%. Já, ég gef þessu 10 líka. Já, ég gef þessu ekki eins og 10 sko. Ég gef svona 6. Það sem að mér finnst að ætti að gerast, að gegja að við gefum hot-takinu þínu meiri líkur heldur en þú. Ég vildi ekki vera leiðilegu steinar minnst. Gefum þessu 5%, það er kannski nær. En þetta getur alveg gert. Ég sé alveg heim. Já, þeir eru líka stemnings-play-offslið og láta hann í skóðseli. Bet og run, það var sjálfströð. Það er samt einhvern veginn bara meira á því sko að þú veist hot-takið, raunverulega hot-takið bara meira að þú veist þeir vinni í fyrstu seríuna sko. Já, það var svona raunverulega áttekið og minnst það ekkert ólöglegt heldur. Þá myndi ég segja 20%. 40? Já, bara með svo þeir eru í dag. Já, ég myndi ekki segja að Tindastóll. Það gefur henni reynslu að Borsi og þessu liði. Ég er að sjá Björgvin Ríkhards og Sarka Júkits eiga 20 stiga leiki skilur bara hér og þar. Guðra sem að geta og þegar þeir fóru 2018 á móti KR í úrslit, sko liðið og ég er með svaka lið. Með Sigga Þorsteins og Matta og hérna hvað heit þetta Kani hjá þeim? Þeir eru samt með Gerard Robinson og Sigur Karl sko. Já, þeir voru bara fínir sko. Já, hvað heit Kani hjá þeim? Sem þú reyndir að fá í hauka og sagði, sagði not coming to Iceland, thank you. Alveg stóðlegur mér en ég Töffari. Já, algjör töffari. Kevin Capers. Kevin Capers, já. Hann var góður, þú veist, bara líka verið með Matt og Sigga hérna, point og 5. Ég vona bara svo mikið fyrir IR, af því að þú veist, þeir eru alveg. Ég sagði þetta við manna líka á hann og komst hérna, fyrst við biðum eftir í 40 mínútur. Mér finnst sko, Gett og Hooligans hafa miklu meiri áhrif á körfuboltaleiki heldur nokkuð tíman sauðkraklingar. Já, og fyrstulega bara gefið kredit fyrir líka. Já, það er bara, mér finnst bara allir leikir sem að þeir eru á heimavelli vera bara eitthvað fokkin bull, þetta er bara eitthvað kjaftaði. Já. Bara þú veist, þeir hafa bara áhrif á hvernig hinir leikmennir í hinum liðunum, ekki bara sitt lið, eru bara eitthvað að hegða sér sem mannverur sko. Ég meina, þeir voru bara í crunch time einu skoti fyrir að vinna valinn daginn sem að okkur finnst vera bara orðið contenders. Já. Þannig að ég vona svo mikið að, þú veist, mér finnst þeir eiga það svo mikið skilið að þessi nýju Króati geti eitthvað. Já, líka ég er bara að horfa á dýrlið og ég sé ekki hvað er svona frábært við þetta, en þeir bara vinna leiki. Það er bara nákvæmlega ekkert gott við. En þeir bara vinna leiki. Já, þú veist, bara Kristján Fannar var þeirra svona stóra íslenska sæn. Já, bara galið. Hann er bara búinn að vera out of shape eða meiddur, sko. Já. Það er ekki langt síðan þeir töpuðu mútið IA og ég sendi á ykkur bara, ég er bara verstaliðið í deildinni. Ég er búinn að tala um það byrjun tímans. Þú pikkar alltaf upp stig hér og þar. Svo bara vinnaði leik. Hvað er næsta tekið þitt? Ég sagði, ég man ekki hvað þriðja var. Ok, gott take. Takk. Hvað er þín? Sko, Njarðvík tapar á móti IR í næsta leik. Já. Rúnar ekki á rekin.
Já, ekki þessi 0%. Henni þetta er alvöru hei. Og verði rekin og bara hvað, og Logi tekur bara við með Tate með sér eða eitthvað. Ok, ég veist þið 3%. Og verði rekin, ekki hvað hann að taka Amorim ræðu eða eitthvað. Eða hann taki Kjartan á þetta bara og pressa hann náðu til hans og hann næri ekki að snúa sig og sefur ekkert og það er að hætta. Já, ég ætla að gefa þessu 0% líka. Ég veist þið 3. Af því að, Fórstu upp í 3 eða? af því að Logi takja við. Það var svona þetta alveg Njarðvíkingur. Já, það er engin meiri alvöru Njarðvíkingur en Rúnar Ingi held ég samt sko. Nei, svo sem ekki. Eða þú veist, já, nei, 3%. Nei, ég held að hann færi bara frekar niður með liðin. Það er bara svo mikið afsökunum hann út á leikmenn og meðsli að þú getur ekki, það er erfitt að reka. Og líka eins og með, þú veist, þegar Einar Árni næstu fjall með Hesterliðið og eitthvað, fekk Hester inn og einhvern breta og bara svona var allt gert af því að þetta var, þú veist, ef þetta væri ekki Einar Árni, ef ég var að þjálfa þarna, þá væri ég fighting for my job í næsta leik, sko. Já. Veistu hvað ég meina? Já. En af því að þetta er heimamaður og eitthvað svona, Já, 0%. þeir sá líka alveg aumur á honum að, þú veist, Mario meiðist og svona, þeir vita alveg hann er í erfiðri stöðu, sko. já, 0%. Já. Ég segi 3. 3%. Ok, 0 plus 3 eru 1,5. Hvað gefur þú þessu, manni? Þegar ég var að hugsa þetta, þá leið mér eins og þetta væri eitthvað sem væri bara að fara að gerast, sko. 90%. Svo þeir eru að spjalla þetta og svona, Þetta er 50-50. Það var þegar ég var að selja mér að ég getur fyrir final, sko. Ég var svona, það gæti svona alveg gerst, sko. Hvað er næsta? Já, ég er svo bara meitt í viðbót. Ég var með annað, en þú sagðir skrifaði hjá 3 hot take. Já. Ég hef þetta skrifað, ég er búinn að gleyma öðru. Sam og ég get alveg fundið eitthvað. Ég held að vera eitthvað hot take, eitthvað sem tengist Grindavík. Ég trú ekki að Grindavík með þessa gaura sem er í þessu liði núna, að það kom upp, það kom ekki upp neitt neykslismál. Það lítur eitthvað að gerast. Ég manna núna. Já. Ég man hótt ekki mér. Gemdu það, ekki gleyma þið áttur. Það lítur Ég ætla að spyrja, sko, Sempil og Kane þurfa einhvern mann að slást og vera báðir handleysbrotnir eða heldur að allir leikmenn Grindavíkur klári sísonið? Já. Já, ok. Þannig að það getur ekki verið hot Ég kom daginn með að, sko, ég er hothead og ég var ömurlegur stjórnarmaður því ég myndi rífi gikkinn sem myndi svo sjá eftir viku. Ég talaði daginn, ég myndi reka Shabazz, en ég sá í Njarðvíkurleik, sá maður að góða frá honum. Já. Og slæma, hann var ömurlegur fyrstu 37 mínúturnar og ég sendi á félagið minn á Grindavík, Shabazz er aumingi. Svo skora hann 16 stig þarna út leikinn frá því ég sendi það. Það sá maður samt svona góður. Hver er auminginn þá? Ég. Nei, samt, hann ég skal viðurkenna það, hann þarf að gera voða lítið til þess að fara í töðunar á mér. Og líka stjáningin hjá hann er ógeðslega góður og auðvitað myndi maður aldrei fara að rúlla einhverju dæs til þess að fá betri leikmann heldur en Shabazz. Og með líka stjáningin hans ekki var vandamál í þessu liði. Já, ég vil sjá það á sunnudaginn næsta. Já. Þú veist, hann byrja að fara í töðunar eftir Ægisleikinn síðast. Það verður gaman að sjá. Hann spilaði mittur og Hvað er þá hot take? Hvort það verði Ég hugsa bara ekki horfa á skjáinn? eitthvað dramatík inn í leikmannahópnum. Hot take mitt, það verður eitthvað dramatík inn á leikmannahópnum og Grindavík. Já. Einhver ríður einhver sem á ekki að ríða eitthvað. Já, ég gef þessu 75%. En þú, Steinar? Ég er búinn að gleyma hot Það take. verður einhver skandal. Ég var að bulla eitthvað hot take á það því ég glemdi hvað ég skrifaði niður heima. Það getur alltaf gerst. Já, ég gef þessu 75%. Það verður eitthvað, ég er sammála þér. Í Grindavík? Já. En hot take mitt, Já. ég skal gefa þessu 50. Ok. Mitt var að Álftanes fellur og Ía heldur sér uppi á Imberis. Þegar eiga nú þegar Imberis held að Ía aftur til 4 leiki. Allt og margir góði leikmenn í Álftanes samt. Þeir verður að fara að vinna ykkur leiki. Eitt mörki meiðist, ekki Péturs kemur ekkert meira tilbaka, kannski vera ennþá meira meiddur. Já. Ía fer alltaf tilbaka. Já. Þeir eiga Imberis Ekki fær núna. fyrir hjartað, Raggi Natar spila 37 mínútur. Þú veist, það er alveg bara Álftanes er brotalið. 5%. Þeir eru með Hjaltas í þjálfara. Hann hefur fallið nokkru sinnum og ég var líka. Já, og ég var líka. Báðir líka ferðið í úrslit. Já, mér finnst það svona... Það er engin millivegur, úrslit eða fall. Nei, mér finnst það vera svona... Álftanes eru á svona punkti núna og hvor áttina ætlar að fara, skilur. Já. Þetta er svona... Já, ég sá. Það er last run, Og skilur. þessi Þórláksöfleikur er sá punktur, sko. Já, og... Það er liðið í svona svipuðum gýr einhvern veginn, sko. Já, og þess vegna finnst mér, þú veist, ég sé að þetta geta að fara í báðar áttir. Já. Ég sé scenarióið, skilur. Hvaða prósenti gefur þessu? Ég segi 5%. Ég gefur svona 15. Já, manni? Já, ég skal fara að millivinn og taka 10. Já, gefur þessu 10%. Hvaða prósenti gefur því að Gunnar Bjartur mæti hérna
aftur í næstu viku? Gefið 0%. Já, þú 0%. ætti þá bara að segja við hana, Nei, það getur vel Það verið. fer eftir hvernig Þorlákshöfn-leikurinn fer. Það er ekki hægt að tala um þetta. Nei, hann mæti frekar að þið tapa. Stór. Herðu, ég var að fara í næstu umferð og klára þetta. Fara heim. Ég ætlaði að minna á horfendur á að þessi seðl vann frá Matti Dalma í Run and Gun í síðustu umferð Ég tapaði mínum. og það var þriði seðlinn í röð sem að vinnur hjá mér, fjórföldum já. plus. Þakka ykkur fyrir að follow for cash. Besti bettari landsins, Matti Dalma. Það er svolítið svo leiðis. þetta er ekki orðin skynsamur. Ekki, þetta er Já, ekkert bíddu bara. svakalegi stuðlar, sko. Þetta er bara það sem ég er með fyrir næstu umferð. Maður er svolítið að fara fram úr sér, segja þetta. 4 plus er náttúrulega bara alvöru stuðl samt, sko. Það er mjög fínt að fjórfalda penningi sín. Hvenær fjórfaldar þú peningin í banka? Ég er svo áhættusökin. Ef þú myndir kaupa þér hlutabréf í einhverju fyrirtæki á eftir og það myndir fjórfaldast, ekki einu sinni bara eina helgi eins og hjá Run and Heldur Gun, en 2 klukkustundum. heldur, nei, kannski bara heilu ári. Það er bara unreal. Það bara myndi ekki gerast. Það er Ekki nú dettir á eitthvað lyfjafyrirtæki sem er ekki komið á Það markað er og sjálfgeft, skilur? þú fjórfaldar ekkert peningin á einu ári, sko. Þú veist, það er alveg ástæð fyrir, ég er búin að tapa síðustu 120 seðlum, sko. Ég tek alltaf einn auka sem hækkar helming, einn aukaleik. Já, tek þetta. Já. Þú getur náttúrulega ekki unni með sama og þú ert að vinna með í vinnunniðinni. Greed is good. Það er verðt að betta, sko. Herri, við erum búin að dást nóg að þessu, förum í seðlans manna fyrir umferðina. Þetta er þetta ekki minn seðl? Það er alltaf leið, byrjum á honum. Ok. Nei, þetta er þinn manni. Þetta er minn. Þetta er þinn. Hann er með 7 Þú þarna. segir að Grindavík taki seðlabúster sigur upp á Skaga. Þú eru ekki á spreddið. Sko, ég hefði átt að henda að Grindavík tekur 12 plus. Já, en þú þorðir ekki. Nei, ég þorði Það ekki. er ekki fyrir byggarleikin. Ég held að þá held ég kannski að Goiko væri með á Mossel og ég þorði því ekki. Skiljanlega. Þá hefði þetta veðið bara 50 leikur. Það er alltaf mörg spurningamerki til að þóra þig. Morsel verður pottitt með. Já, ef að Sungsson hefur líka, þá er þetta bara svona innspyttingin í liðið og þeir báðir með þá, þetta hefur alltaf verið erfitt. Já. Morsel spilar hann leik, sko. Hann er með atvinnuleif og allt. Hann þarf bara félagskipti, sko. Ilja Djokovic Ef ég erfitt þekki matchup þetta fyrir rétt. Shabazz. En hvernig ætlaði þeir að Ég er stilla ekki viss hvort það þurfi nýtt leifi fyrir nýtt lið. Jú, það þarf held ég. Ég held ekki. En hvernig ætlaði að stilla upp? Ilja, Já, Mossel, já. Styrmir Jónasson. Styrmir, Já. Barnjani þá það bara að vera fjarki. Okkur kallaði hann Bargnani, þetta er Eða- ekki Ítali. eða ekki Þetta er þarna- eitthvað Bargnjak eða Og eitthvað. svona Botafogo félagin verður mættir í fimmuna. Botafogo. Mér finnst miklu skemmtilega að heyra að segja Bargnani. Ég bulla bara ykkur næst að hann verður að segja Króatin. Balkanska maðurinn knái Andrea Bargnani. Já, en hann á ekki bara í fjarka og hérna... Botafogo. Já. Með. Ég er til í Styrmir Jónasson Kane innvið. Hann Það fyrir bara var með hann á mikið- lowpost bara og leggur Nei, niður hann sko. Styrmir er mjög, hann er svona snjólfur típa, sko. Einu gaurin sem getur dekkað eru Ég er ekki að Dúra segja Nóna sem bræður. Ég er alls ekki að fara að segja hann sé að fara að dekka hann eitthvað, viti, en hann er bara svona að fara að láta hann Hann er að fara að rífa berja kjaft. sig og rífa kjaft og það er ekkert sem að Kane hattar meira heldur en a white boy sem er eitthvað fyrir sér, sko. Hann hatar sig að P, hann hatar Bjarna Guðmann, hann hatar Styrmi Jónasson, skiljið hvað ég meina? Já. Þessa En tímur. ætlar Ilja Djokovic að fara að reyna að klukka Shabazz eða? Nei, við sáum hvernig gengur í fyrirleiknum, sko. Þá Shabazz með 44 eða... Þá var hann ekki komin. En það átti það rekan. Já. Já, alveg rétt. Þá átti að rekna þann leik. Þú ert með IR mínus 1,5 út í Njarðvík. Förum í þennan leik, þú segir KR vinni Ármann, Seðlabústir, við skulum sleppa bara þeirri umræðu. IR að vinna Njarðvík, erum við bara þar eða? Ég er með bara Njarðvík í mínu seli. Ég er bara heimavöllin hann Já. það er alltaf drullu erfitt að fara í þetta skóasett. Það er það. Þannig að ég held að Njarðvík er ekki alveg nægilega góð til að taka það úti. Nei. Mér. Nei. Ég horfði bara í spilamennskuna og mér finnst sko sama hversu ljótu körfuboltinn ég er næri að láta vera og þeir vinna leiki þá bara ég sé ekki Njarðvík tapa þriðja leiknum svona í röð Nei. sem þeir eru með unnin leik bara Sáu við viðtalið Borsi og Köruboltakvöldi síðast. Nei. ég fara ekki Sjöld Lója, hann er svona búin að fara sér epilu og með munnræpu. Sá að hress. Já, hátt uppi. We're high on life. Keflavík. En hvað með Val Stjarnan, er þetta ekki svo kallað bananahýði eða? Þetta er the 50-50. Já. Já. Þú getur semi kastað upp pening. Já. Það var í playoffs að tækja Val. Þannig að Já. þetta er bara í deild og það eru bikarleiki framöndan og eitthvað svona.
þá veit ég bara ekki hversu mikið liðið leggja í þetta, sko. Þeir Val skiptir þessi leikur ekki einasta máli, sko. Þeir eru líka að fara í svaka bikarleik, sko. Ég segi, þeim alveg sama hvernig það fer, sko. Nei, það er ekki bara, mér líður stundum með Val, sérstaklega eitthvað svona regular season leiki og hversu oft höfum við eitthvað tekið eitthvað svona nákvæmlega þetta spjall og bara Tindastóll þar innan sigur, sko, miklu meir en Valur. Og svo mæta Valur bara svona Og pakka þeim. líður vel og er ekki með einhverja áhyggjur og pressu og pakka þeim saman. Stjarnan hefur miklu meira að sanna og þarf miklu meira að vinna leik heldur en Valur nokkuð, Ég held að Valur sé of góðir, ég held að þessi svona stjörnu aggressífa vörn bolti Hentaði mjög vel held það ég Val, slæri ekkert Val út af lægin. Kári sendi það bara kísu vúts og segir slagið ástrákar. En ég snert ekki hann leikskilur. Ég set Val. Þú veist, Förum í Steinar, þetta er sjöföldun á mann og vilseðilin. Það fer nú einn að detta hjá þér. Hann er minn bara 120 í röð, tap. Einn léttur og þægilegur. Ég minn Jarvík sigur, við erum svona búin að ræða það. Já, Og ég held bara, ég trúi ekki að þessi að fara að tapa ennur leiknum einhvern veginn svona mótið liði sem að mér finnst eiga geta unnið. já, og svo erfitt með að setja á liðið samt í Breiðholti. Þú varst að segja með Val, sko. Ég veit það. Þetta er alveg svona erfitt að. Ég veit það, Taka það, sko. en ég get ekki sett á IR skilur. Nei, Ég hef það ekki í mér. nei, Þó að mér finnst þeir alveg ekkert á eitthvað mikið verra en Jarvík, sko. nei. Altanes held ég að vinni Þóþólsup -65. Bara eins og þú segir aðan. Já, Þetta er svona hvor áttin ætlar að fara og ég held að eins og ég segi, minnst líklega að fara þessa átt, sko. Já. Ekki að 15% inn á Þórsar var flott í síðasta leik, sant? Já, þeir eru bara ekki með hópin í að keppa við hinn hópin, sko. Nei. Og mér finnst bara hann Rossell, ekki þrápar. Jacobi Ross. Jacob Ross segja. Hvað með 4 stíð séttleiki eða eitthvað? Hann bara fer í taugunar á mér og ég bara get ekki Það reyndar bakað ekkert að marka þér. Já, en hann bara fer í taugunar á mér, ég fíla hann ekki og bara ég get ekki stutt hann í þessu, að setja peningi verið á. KR mínus 10 á móti Ármanni, er það, ég veit ekki. Mér er bara KR lið sem hann hleypur og skorar. Já, og það Það er, er orðið miklu betri einhvern veginn eftir nýju viðbót, konum Já. með eitthvað skot og eitthvað svona, meiri svona jafnvægi í sinn leik. já. Og mér finnst Ármann bara, jú, þú veist, nei. Ég ætla að giska að þetta verði síðasti naglinn í þessa Ármann-kistu. Já, ég er svona smá þar. Þeir svona, ég held að þeir pakka þeim saman. Ég held að verði 25 Já, annarkvort verður Bragi farinn eða fer eftir þennan leik. Það verður ljótt, það verður svona, Þannig að mér finnst svona, ég held að þetta sé bettið. Þessi Ármannslið, þetta KR Ármanndótt. já, Það er ekki að vera leiðilt fyrir dildinu ef Bragi fer, þá er bara eitt lið bara gjössamlega úrleik. já. Já, en þeir eru það already samt, sko. Ég, Ekki bara, alveg, ef ég var í svona. Bragi, ég skal vera áfram ef við skiptum einu sinni viðbútt kanna. Einu sinni viðbútt, please. Þeir voru að tapa með 30 stigum fyrir sko Mölbrotnu og Álftanesliðið. Hann er bara svo ógeðslega lélur. Hver? Kanni Hann er alveg glataður, sko. Hann er bara einu sinni viðbútt, skiptum kanna, tökur séns. Þá skal ég prófa að vera áfram. Já, er ekki einhver sem getur rekið kannan sinn og þeir geta tekið hann, eða? Eitt mörki, það var svona planið mitt í lífinu, að hann færi í Ármann. En þeir ákveða að skipta ekki, þannig að Það kostar bara það ómikið. kostar líka bara örugglega meira heldur en Ármann að áramótum. Já. 5,65 stuðul, minn Já. seðil. Follow for cash. Follow for cash. Ok, tökum síðasta seðilinn Einar, svo getum við farið heim að elda kvöldmatt. Ég er líka með KR minus 10 og Þú með Val. ég er með Val sigur, ég Þú ert bara... með áhugavert hana Ía Akranes pluss 17,5. Já, Mér vil bara raukstýr þetta. Þetta er einu leikur sem eftir að ræða hérna. Svona almennilega. ég bara held að Morsell verði með Já, ég held að hann verði líka með. og ég held að Grindavík er svona lið sem að missir sko Sembúl, Kane og Shabazz og Óli svo sem líka. Þeir missa lífsviljan bara í upphitun þegar þeir sjá svona íþróttahús og svona fólk á móti sér. Ég er ekki að grínast. Ég hef séð Kane bara svona lítið kringum sig og það er einhver krakkar eitthvað svona... Ég sé henn hverfa bara úr uppbytun í hálftíma. Já, hann bara svona nennið að kalla mig þegar leikurinn er byrjaður. Þetta er ógeðslegt. Það er Skóasel hefur og Seljaskólu var svona... Já, Og bara þú veist, svona, Grindavík vinna alveg. Grindavík vinna 1-0 sigur. Þetta verður svona 8-12. En er það ekki bara að þú er búin að sjá það og gera þarna fjóru leikir röðarna eða 3 leiki? Ármann tvisvar og Ég held bara, mér finnst Morsell bara svona smá vannmetinn. Hann er það, Mér finnst hann alls ekki einhver frábær sóknarmaður sem að Keflavík þarf. Ég er ekki að segja það. Nei. En hann getur alveg... Hann verður settur á Kane Já. og heldur honum alveg niður en svo bara... Og svo er það stundum vannmetið þegar að útlendingur er rekinn og fer í annað lið og þarf að sanna sig. Já.
þú veist. Og hann átti ekki beint skil að vera reikinn, skilur. Nei, ég held að hann sé alveg með chip on his shoulder að sína að hann geti spilað þessari, þetta fucking Ísland, sko. Þessi gæi prófíl. Ég segi að hann var ekki hræðilegur í Keflavík. Alls ekki. Þeir eru bara að breyta til í eitthvað sem að gæti mögulega ýtt over the edge. Þannig að ég svona, og svona auðvitað hluti af þessu betti að ég svona held að Goiko eða Bafuto verði með, þannig að þið verði með stóran kall og ekki leikskólabörn eins og þú veist að segja inn í teig, sko. Þannig að ef þeir eru með hvorugan af þessum inn í teig, þá Keppel bara að fara vaða uppi að það, sko. Þá allt í einu þetta farið að líta mjög heimskulega út, sko. En 17 stig alveg heldur mörg stig. Það það. Sérstaklega ef að Grindavík róterar og við erum alltaf í lagi að ræða líka með Grindavík að eftir frábæra byrjun og leiki hér og þar hjá Arnóri og Unnsteinn átti einn góðan leik og eitthvað svona. Eitthvað byggjarleik 2-3 setna og eitthvað. Já, þú veist, það bara enginn af þessum gaurum bara búin að geta neitt rosalega mikið konsistent, sko. Ég meina, Arnór alveg búin að vera svona slagur nýlega fyrst mér. Mér finnst það líka, hann bara einhvern veginn svona það svona farið að dekka hann svolítið meira, taka hann alvarlega, skilurðu, og hann bara svona einhvern veginn þarna að göslast. Já, minna sérst á honum svona almennilega eitthvað gera eitthvað. Sérstaklega þegar líður leiki og hann fari ekki í flugbrautina, sko. Raggi Braga hefur bara ekkert getað, bara nákvæmlega ekki neitt. Nei. Þannig að þú veist, þeir fara eitthvað að rótira, skilurðu 14 stigum yfir að þegar bikarleikur framundan og þá endar þetta í 11 stiga sigri, skilurðu. Þið sjáu þetta, eða ekki? Ég sé þetta. En ég 5+5. Mér finnst það af stíl í seðil. Þetta verður 50-50 leikur, Njarðvík getur unnið hann, en þeir eru aldrei fara að vinna með meira en 5. Nei. Þetta bara ekki meira en 5. Sammála? Já, ok, þið gætið alveg. Nei, ekki alveg. En sko, þessi seðill er nýfödd. Fyrir, ég ruglaðist. Ég ætla að segja, IR getur ekki meira en 5. Nei. Njarðvík getur meira en 5, IR getur ekki. Ég sendi á það nú, IR vinnur leik með undir 5. Já. Ég tók plus 5 að Keflavík síðasta leika eitthvað. Ég held að IR sé ekki búið að... Bara, þó að voru eitthvað 15 stigum undir eða eitthvað. IR vinnur ekki leiki með meira en 4-5 stigum, sko. Falkó eins góður og hann ef þeir eru 10 stigum yfir og hann tekur rosa heimskulega ákvörðun þegar hann er að verjast þetta og kemur svakalega skrítið turnover hjá honum. Já. Ekstra mikið þessan leik. Mér líður eins og... Hann bara lélegur þessu leik. Mér líður eins og Jakob Falkó á móti droppvörn Milka sé erfitt matchup fyrir Njarðvíkinga. Ég man ekki hvernig fyrirleikurinn fór. Þeir unnu á einhverjum svona lokaspretti í Njarðvík, munið ekki eftir þessu? Jú. Bara svona stálu þessu. Meðan líka þarna eins og í Álftanesi 102. Njarðvík vera meðan Klónaras vera helviti góður á Látiðir í þeirri serju. Frábært. Hann getur alveg pikkað hann út bara sko, tekið á honum. Málið bara ef að Mango Chutney og Klónaras ná tveimur svona alvöru góðum leikjum í röð, sóknarlega eins og á móti Keflavík. Því er ekki mikla. Það eru nefnilega ekki miklar, sko. Hvað þá að báðir ná í þið, sko. Já. En þá er gott að eiga inni einn Emilio Banic eða eitthvað. Já. Herru, erum við ekki bara góður, eða? Jú. Sjáumst... Hvaða leikur er á föstudaginn? Stillið mér svona upp við einhvern vegg. Þórlákshöfn Álftanes, eða svona Álftanes Þórlákshöfn er föstudaginn. Eitt leikur á föstu, eða? Já, af því það er ekki komin á seðil og gleymum við átt að spá í lokaleiknum. Já, það er Álftanes leikurinn, Álftanes Þórlákshöfn. Það er... Og ég held að það sé eini leikurinn einmitt, því að það er Tindastóll er off, já. Það er bara Álftanes Þór. Já, passar. Það passar. Það verður góður leikur, held ég. Ég er bara góður hér í dag, eða? Jú, takk fyrir í dag og takk fyrir að vera með okkur körfufréttir og myndkaup og Club Mate og svo Slæmi og Manni Vel. Já, bara takk sem mjög sem alltaf gaman að hitta ykkur. You from the hood, I hope ya. You want beef, hope ya. And when I see you, I'ma take what I want, so you try to front, hope ya. You ain't real, hope ya. Yo, I'm the N, the A to the S-I-R, and if I wasn't, I must